Það stóra spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 19. október og FM 95 Blöður hafið göngu sína enn einn föstudaginn. Auður Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir kumpanar. Annar heitir Steindi Junior, hinn heitir Egill Gils Einarsson og ég spyr, hvernig eru þið drengir? Vá, ég fyllandi góður og fróði fyrir. Já, það bullandi gýr í mér núna, bara svo veitur það. Það stór hættur gýr. Bullandi gýr. Það komið föstudagur og þetta einhvern veginn stór og erfið helgi framundan og það veit allir að því. Já, þetta svona líka, þú ert komin inn í miðjan október, þá eitthvað að fara að kitla. Já. Svona bara styttist í jólatjammið og það bara eitthvað púki í manni. Egill, púki þér? Sko, hvað þýðir að það púki í mér? Hvað þá í mér? Þú veist, hvernig... Hvað er það gýr bara argur og dólgur, þú veist, ætlar að hella í þig helgina eða það þarf ekkert endur að tengast í. Sko, málið Steinþór, ég að fara til Tenerife á þriðjudaginn. Já. Og það sem ég verið dagdrykkjugilsi, sem ég fæ mér svona einn og einn yfir daginn. Einmitt, einn og einn. Breytist í dagdrykkjugilsa þar? Já, ok. Og södra yfir daginn. Já. Og hérna... Og rólegur á kvöldin? Í hitanum bara. Já. Og í góða heiminu. Hann bestur. Þannig að sko, það er á þriðjudaginn. Já. Þannig að ég get eiginlega ekki verið ykkur óreglu helgina. Já. Út af því að fara á þriðjudaginn. Já, við Steindi, við erum að fara í Day of Fun á morgun því að við erum að fara í afmæli / innflutningsparti hjá Loverboy Svessa í Njarðvík. Já, það gæti enda helviti illa. Hann fluttur til Njarðvíku kallinn. Hann var ekki að Já, málið í hús. Hvenær fór maður til Njarðvíkur? Má ég koma með mína skoðuna þess á þessu? Já, bara þetta, við erum þrír hérna. Hann er alltaf að segja, ég er búin að flytja til Njarðvíkur. Mér vil bara kalla þetta Sunny Kef. Já. Þetta er bara Sunny Kef. Reykjanesbær. Já, þeir eru sko, málega það, þú ert að gera grein fyrir því að nú ertu að espu Reykjanesbæn. Nei, ég held, er ekki öllum skít saman. Nei, ég er að segja alveg með Njarðvík, það er pirrað ef ég segi Sunny Kef með allt drastlið. Það er fólk í Njarðvíkur er pirrað að þú sko... Ég held líka að fengi alla Reykjanesbæina mótið núna með að kalla þetta allt drastlið. Já, þannig að ég hugsa, segðu freka bara Sunny Kef heldur en allt drastlið. Það er ekki vinsælt. Þú set ekki bara DJ þarna aftur. Nei, ég er bara að tala þetta er Sunny Kef, ég elska Sunny Kef. Allir léttir hann, það er ekkert vesen og þú eru basically kildur svona 8 sem í nakkan og þú fyrir hann að pattis. En þú voru átt að ég eru heim, sko Vöðvingin eru heim öll á 2 stöðum, Selfoss og ég er Sunny Kef. Engar ágjör ég verið kildur þar. Þegar ég fyrir Sunny Kef, það er haldið á mér bæinn. Þú ert ekki vinsælt í Njarðvík og Grindavík, ég lofa þér. En þú ert ekki, svo ertu líka á heima á Akureyri þegar það eru bíladagar. Það er svolítið þitt fólk að þykja. Þetta grínast það. Sko, Muscleboy böllin í Sjallanum þegar eru bíladagar. Þakið hefur rifnað af. Það er bara þannig. Var það þessna sem átt á lokunum og Páll Óskar er búin að halda 10 lokaböllvar. Og með svo 1200 harri í Íslanda og í einu balli. Já. Allir vel peppaður. Allir búin að dæla þess í sig. Ef við ættum að tala hreina hérna íslensku, þá erum við að fara í ytri Njarðvík, eða ekki? Hann er með hús þar hans. Ég er bara að fara í Sunny Kef, ekki vera fucking flækjeta. Út af því að Sverrir Bergman var heima í Njarðvík, hann er heima í Sunny Kef. Ég get lofa þér í Twitterin mun loga hérna eftir 5 minútur. Ok, segða frekar bara þegar við leiðin í Reykjanesbæ. Það er öllum skít sama. Þetta er ekki svo, sko, Garðabær Kópavur, þetta er ekki þannig, hvað? Akkur, kallar maður ekki bara Kópavur en Reykjavík? Þetta er ekki þannig, ég segja það. Akkur ekki, hver er munur? Video Game Boy og heim í Sunny Kef og málur, hann er með partí á morgun í Sunny Kef. Það er öllum bóðið í Sunny Kef. Hann keypti sér 650 fermetra mansion. Stærsta húsi á æfinni séð. Það er nóg til utan húsið hans blöð. Það er nóg til í árum. Utan húsið mitt, ég hef ekki hús aðna villisingurinn. Og þú veist, og það er partí á honum á morgun. Já, þannig að við ætlum að taka Day of Fun við Steindi á undan, þannig að þetta getur orðið erfiður sunnudag fyrir okkur drengjum. Það er svolítið þannig. En skulum hægt að ræða Sunny Kef eða Reykjanesbæ eða já, hvað sem fólk vil kalla þetta og ræða þáttinn því að við erum með veislu í dag, handa ykkur kæru hlustendur. Ég veit við segjum óttu sem með veislu en núna erum við með hana. Þar ber hæst að ég fór í hræðilegt símdal hér áðan með honum Agli þar sem að hann plataði mig í dagskráliðin sinn sem heitir Blómabúðin. Verulega óþægilegt símdal. Ég er mjög spenntur að fá að heyra það. Já, þetta var viðbjöður. Næst einhverju Steindi í þetta. Hvað snýrist byrjið svo að skrifa hérna hringjum þá? Ég bara eitthvað, ég var að fara að hitta Honey Boo Boo í kvöld eitthvað og ég var Honey Boo Boo? Já, ég var svo spenntur að ég var búin að fara að losa minn og baði eitthvað hérna í vinnur. Þetta er bara viðbjöður. Já, ég meina ef ég skrifa þá veit ég nákvæmlega hvernig það bréfið er. Já, þetta var mjög óþægilegt. Svo er það, já, nýjasti liðin okkar ef þú mættir. Svo erum við með, ég ætla að vera með splungu nýjan dagskrárlið í dag. Það eru eiginlega 3 nýjir liðir ef við tökum Blómabúðina með, hún er tiltölulega ný. Ég ætla að vera með nýjan lið sem ég ætla svona að sjá hvernig gengur hérna sem heitir nefndu frá besta til sísta. Og útskýr hann betur og eftir. Svo erum við með spurningakefni Gilsarans. Hvað ætlar að vera með þar Egill? Ég er með geggja koncept í dag.
Ekki það sem þú sagðir á Instagraminu. Já sko, ekki alveg eins. Nei, ok, hjókitt. Konceptið mitt er King of óþægileg samlífsmoment. Já, það sem þú sagðir á Instagraminu. Já, ég veit, ég sagði það er nákvæmlega samúsaðir. Það finnst mér hljóma verulega vafa. Sko, ég er bara ekki viss ég hleypi því í útvarpið. Sko, drengir, ok, hlustundur okkar, ég myndi segja, ok, við erum með unga hlustundur, sjálfsögðu, sem kannski tengi ekki við þetta, en ég myndi segja stærsti hópurinn er fólk á þessum aldri sem er að prófa sig áfram í samlífi og ég held að allir hafa einhver tímapunkti lent í einhverjum momentum sem svona, þú veist, ok, þetta weird, skrítistefning hana og þess vegna er ég með keppni sem heitir King of óþægileg samlífsmoment og ég fyrst skipti er ég veltið fyrir mig, hver vinnur þetta? Vanalega er ég að hugsa, ok, blöð tekur þetta líka. En viltu eitthvað vera king of eitthvað að vera eitthvað skrítin í rúminu? Ég er bara næris ekki. Vanalega hugsa að blöð tekur þetta. Núna er ég bara, þetta er 50-50. Ég hef ekki hugmyndu hvað tekur þessi ekki í dag. Við erum að deyju spennu. Svo erum við með, hver er líklegastu, kortmyndur frekar. Herru, svo ætla ég að sjá erlend slúður í dag. Já, þú sagði með það. Ég vandaði mig rosalega mikið og Egill, ég veit að þú, að þið báðir verðið mjög glaðir með þetta slúður og ég er búin að vera að grafa upp alla þessa hæstu. Finnst ykkur ég er búin að vera að standa með eitthvað eitthvað? Nei, ég segi það nú ekki en sko, það kom svona smá fesku vindblæðir þegar Egill tók þetta með úr stúti ég verð að viðurkenna hann tók þetta nöfn sem hafa ekki oft verið og maður vildi heyra meirum og þetta eru nöfnin sem munu koma í dag aftur. Já, en þá eru þið líka bara að delivera fyrir hvern annan. Ég er að hugsa hlustendur sem er að hlusta. Þeim er drullu saman hvað sonur Arnold Schwarzenegger er ekki. Alveg samanlegar, ég er ekki með hann. Ég er með fólkst að öðru góðu punktum. Aðeins er öllum saman hvað Patrik er að gera. Patrik, ég er bara að gleyma hvað þessi rævill heitir. Ég hef komið innskot, ég var á send núna á Twitteri mitt orðrétt, haltu kjafti skýrhaus og kallaði þetta Njarðvík ég var að segja prófunamerki, bil ekkert kjaftaði ég hörði þetta greinilega ég held einhvern veginn ég mætti kalla þetta Sonny Kef en svo er það ekki þessi gæri að fara að berja Sverri Þór Þetta lag finnst mér ennþá alveg geggjað og heitir In My Mind með Dinora og Gigi D'Agostino til hann ekki með þetta lag að þau eru að hlusta. Það er verið að byrja að þátt með látum í það. Já, það er eins og við komum inn á í byrjun þáttar, það er einhver gýr í okkur og við vonum að hann haldist til 6 því að við ætlum alltaf að vera hér til 6 í dag. Það er einhver púki og með það er líka Já, fyrir rosalegt útsýni, smá súld en við látum það nú ekki hérna fyrir nokkrum dögum síðan sá ég blika minn, Alf Finnbósson setja hann í vinkilinn af 45 metrum leikunum fór samt ekki nóg vel Plósata mark sem ég séð það er þetta rosalegt mark, leikunum mátt fara betur og reyna að jákvæða við leikin en má ég koma með skoðun sem er ekki vinsæl sem þjóðadeild bara vennilega skoðun maður sápa mig hún er bara einn persónulega skoðun þú er rétt á henni þetta eru æfingarleiki allir saman hvað allir aðri segja það er æfingarleiki pótur hundleiðileg deild við viljum bara að okkur gangi vel í undakeppni þá eru við ferskir það er 100% en Steindi, oftast er ég nú í slúðurinn núna þú heimtar það í dag og Herru, það er komin, bara gangiði vel það er komin tíma á erlend slúður og ég er mjög spenntur fyrir þessu og búin að vera að grafa upp rosalega góða móla og fyrstur í mólanum hjá mér er engin annar en Sylvester Stallone Þetta grínast það? Sly Stallone? Ég varð að koma með Sly Stallone því að sko Egill talaði daginn að var að koma nýmynd Rambo 5 Er það málið? Ætlar hann að hendi 5? Hvað svipur á þarna? Þú varst ekki Mistur af því Ég var ekki hérna Hann er að hendi 5 Rambo Ég vissi það ekki eins og Nei, nú veistu það Hann er kúreki í henni sko Hann er kúreki í henni Það voru menn sem uppböðust upp á rangan kúreka í henni Akkur tekur hann ekki bara sem hann ætti að gera Akkur er ekki Rambo 5 á 11 heimili Hann er að verja liðið sem Þetta segja mér, er hann ekki að gera sér grein fyrir aldrinum ef hann er bara retired on his ranch að chilla að sjá dýrin sín og sjá koma ykkur gæja með vesen og hann þarf að drepa á Hann er komin on the ranch, ég gef hann það Þetta er nákvæmlega svo leiðis En það er ekki bara að koma út Rambo 5 heldur að koma út ný Rocky mynd líka Helviti á að tegja þetta Nokkurn veginn er að koma út Það er að koma út kvikmyndin Creed 2 En þar leikur hann Rocky sem er náttúrulega Fyrirmyndin var náttúrulega nokkuð góð, ég var að gefa slæði það Fyrirmyndin var fín og trailerin á þessari mynd hann er í ruglinu Við erum að tala um að DMX, mér heyrstaður DMX er að rappa yfir þetta trailer að gamla skólanum sko. Svo líka, hann leikur í þarna Jordan, hvað heitir hann er svalur sko En málið það, þetta snýst, þessi mynd er sko son Rocky og son Rússans Ivan Drago
sem þeir mættust Nei, ekki Son Rocky, Son Apollo Creed reyndu nú að vera með slúðrið Já, Son Apollo Creed Dolph Lundgren þannig að Dolph Lundgren og Sly að fara að mætast í þessari mynd Það var að kvísla mér að Expendables 4 er líka á leiðinni Nei Sko málega fyrir ykkur Hvað er að gera? Ok, þetta sko verður svo fyrir blöð Hann elskar að fara í bíó á Þú veist þessu, Sex and the City gerir bíómynd, það fyrir blöð á hana Já, bara ekkert að þeirri mynd Fyrri var góð, setni var hræðileg Og þú veist Ég fór á Star is Born í vikunni, hún er sturgla Það er náttúrulega væmið fyrir þig Nei, Star is Born Fóð með sem með mömmu minni Það er Óskarsverðlauna Það er ekki eins og Star is Born sé sturgluð Það gerði það henda hérna út Got a bodybuilder Blondale Hvað heldur að Jakaból sé að segja núna Hlustundu á þig að segja að Star is Born hefur verið sturgluð Mér er bara alveg sama hvað að segja Mér fannst hún geggjuð Munu líklega hrista til þeirri sjá hann En næsti mólistrákar Hann er reyndar, ég er í skíunum með hann líka Það er Wesley Snipes Er hann búin að redda þessi skattavesinni sem hann var í? Hann var í fangilsi Strákar, það eru að koma 3 nýjar myndir út með Wesley Snipes Hann glemdi að borga staðgjörslinni frá nokkra mánu Letti í vesinni Málega, hann var blacklistið frá Hollywood í smá tíma Myndir hans, sko, að út af smá skattavesin og svo leiðis Og málið það, myndir hans voru að fá núna, svona síðustu myndir er að fá í kringum 0 á Rotten Tomato Okay. Það er ekki Hvernig farið 0? Ég held að bara Adam Sandler geti það En málið það, nú er hann að koma með comeback Hollywood hefur tekið við honum aftur Það er að koma 3 nýja myndum honum Og hann var að opna sig núna á svona, sem hann vil meina að hafa verið kveikjan á þessu öllu Svona að hann hafi allt í norðið óvinsæll í Hollywood En hann var að segja frá sögu þar sem hann var að keyra á fyrirtækjabíl Og var handtekinn og bara löggan held þetta að vera eitthvað þjófur á stolnum bíl og hann var bara handtekinn bara lappirna glendar á hnén, bissi hnakkan og þetta satt bara í honum og hann sagði að það myndi aldrei gerast fyrir Tom Cruise Þetta verið litar En er fjárhagsstaðan í okkar manni núna hún er ekki upp á 10 Er hún í betra standi? Já, hún er, þetta er að koma til það eru 3 myndir á leiðinni Svo er það líka bara þannig, ef þú ert Wesley Snipes þá í verstafalli, ef þið vantar bara fyrir mat þá ferðu bara eitthvað og áritar eitthvað húur og rukka fyrir það Það er sem margir er að gera Nú eru margir heyrusút að hugsa, hætti að tala Wesley Snipes, hann er bara piece of shit Hver myndi, hann myndi Nú ætla ég að lesa upp núna lesa upp, bara segja og ég elska Wesley Snipes 5 myndir sem hann leikið í til að fólk að núti átti sjá hvað sem mikið legend er Blade, Money Train Demolition Man Passenger 57 White Man Can't Jump Það er með 5 myndir sem ég myndi setja á easily top 15 bestu myndir sem gerður að verið bestu 15 myndir Hvað er lokamólan? Svo er ég með lokamólan og það er að sjálfsögðu Macaulay Culkin og það er rosalega mikið að frétta honum Muni Demolition Man þegar hann slæst alone fekk hæfileikið að prjóna en Wesley Snipes fekk hæfileikið að slást Nei, hann fekk hæfileikið að vera góður á tölvur Já, líka allar barndaglistir líka Já, ég man ekki þetta Demolition En sko, stráka, Macaulay Culkin Slæst alone var góður að prjóna en Wesley Snipes fekk allar barndaglistir og kunni ykkur 40 tungumál En hver enda á pakkunum síðan saman? Stallone Frábært, það er bara hinn til að horfa á hana Hvað var að gerast þarna? Hvað ertu með í lokin að Macaulay Culkin? Macaulay Culkin, en núna dögunum Hann er með bullandi comeback Hann er að undirbúa bullandi comeback Hann var að senda á sjálfa J.K. Rowling á Twitter sem er höfundur Harry Potter myndina og að hann vildi taka þátt í nýjustu mynd hennar sem er Fantastic Beasts The Crime of Grindelwald sem er mynd sem er á leiðinni og hérna þetta er fyrsta sinn sem hún lest ennsku þetta er rísa stór ævintýravinnstrákar og málega það að hann kynnti sig á Twitter ég fílaði það svolítið, hann sagði hæ, þetta er Macaulay Culkin gaurinn frá Home Alone ég var lítill lekið í henni sem er eina myndi sem allir þekkja nú hann á ekki eina aðra mynd og síðan sagði hann ég er mjög til í að leika í nýju Fantastic Beast myndinni og svona til að rökstega það þá sagði hann, ég leki í kvikmyndinni Pagemaster, það var líka þegar hann var strákur sem var galdrastrák sem einhvern veginn breytist í ykkur teiknimyndapersonu og þurfti að berjast við alls konar illminni til þess að vera mennskur aftur og hvað sagði J.K. Rowling? Hún svaraði honum ekki en áður og ítir horfður á Michael og fórst að grenja og söðu það Star is Born og Michael og allt ég fór ekki að grenja eftir þegar var stungin að bíflugunum ég fann svolítið hvað ertu dauður innan? Ertu svo svalur bara að þú ert að deyja? Nei, ég sé bara blöð fyrir veitna söðu og króki horf á Michael og grenjandi ég fara að grenja eftir þær myndir Michael og La Bamba já, þú ert næstu bara að fara að grenja núna hvað þarf ég að skammast mig fyrir það? Ekki grenja á hlátrið þú varst ekki grenja til Lion King
Varstu greið til að bamba? Já, ég var meir eftir Lion King Ég ætla að renna hratt yfir að þið erum að brenna á tíma hérna. Þá ætla að renna hratt yfir að því ég fann hérna 5 sturlaða staðreyndir Stephen Baldwin fyrir þig heil. Ertu að grínast? Er Stephen Baldwin ennþá tengdapabbi Justin Bieber? Ekki bara það, hann er kallaður The Jesus Freak of Hollywood. Veistu það hverju? Að hann er strángtrúaður og hann var að láta flúra á sig ritning úr biblíunni. Elskar hann Jay-Z? Hann er kolbila, ég var að skoða hann. En það er ástæður, hann dyrka Justin Bieber þegar Justin Bieber er orðin veltrúaður. Sko, ég var að fara yfir Stephen Baldwin. Ég elskar Jay-Z 2009 þá tók bankin á honum húsið, hann var gjaldtróta og skuldaði 1,1 miljón bandaríkjadollara árið 2009, en hann var að samt sagðist eiga 2,3 en það trúður um enginn. Hann fór í mál við Kevin Costner upp á 3,8 miljón bandaríkjadollara sem rústaði því máli, og hann var fundið sekur skattsvik 2008, 2009 og 2010. Það er ekkert annað, þetta voru rosalega Mér finnst Stephen Baldwin frábærleika. Að sjálfsögðu, það hefur komið oft fram hér. Og hann er tengdapabbi Justin Bieber. Já, sem er næst bestur. Næsta sem þú ætlar að segja um Stephen Baldwin er að setja bara inn á Twitter því að við skuldum auglýsingar. Vilt þú gera hverfið þitt enn betra? Taktu þátt í hverfakosningunni á hverfiðmitt.is. Hæ, þetta er Sara í Unique. Við erum búin að opna glæsilegt outlet í Firðinum Hafnarfirði á annarri hæð. Engin vara kostar meira en 5.000 krónur. Komið og gerið frábær kaup. Unique outlet í Firðinum Hafnarfirði. Vantar þig íbúð til leigu? Leigulistin.is. Stuðlabomban á lengjunni er kraftmikill leikur með eldfimar í stuðlum en þú átt að venjast. Nú er það Chelsea, Manchester United. Tippaðu í hvelli. Búm! Lengjan, settu spennu í leikinn. Hundurinn er besti vinur mannsins, en þó var hundahald ekki leyfilegt í Reykjavík fyrir 2012. Já, stundum gerast góður hlutir seint. Happy hour frá 11 til 1 á kvöldin. En ekki taka hundin með. Public House, Gastropub Laugavegi. Ertu búin að prófa góðgerðarpizzu Dominos og hrefnu sætran? Létturkaðir tómatar, rjómaostur, pepperoni, spínat, döðlur og balsamikljái. Ljúfeng. Öll salan rennur óskipt til Bataskóla Íslands og er aðeins í boði til 19. október. Dominos. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Nýliðar Dominos deildarinnar. Breiðablík. Mæti Breiðholtið á föstudagskvöld. IR. Breiðablík. Klukkan 20:00. Stöð 2 Sport. Besta sætið. BB King og súkkulaðishake. Roadhouse. Skemmtileg spil, falleg leikföng, hágæða töskur og margt og mikið fleira. Fæst hjá okkur. Margt og mikið. Holtasmára 1. Ný kynslóð vinnuljósa, vastþétt og höggheld ljós og kastarar með hleðsluraflöðum. Fossberg. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum í frekar hættulegum gýr. Það er, bara verður að viðurkennast. Það er föstudagur og það er einhvern veginn allir með eitthvað framundan. Við Öddi erum með Day of Fun á morgun og Egill með Utanlandsverð, þannig að það kannski ekki alveg þetta líka er saman, en það styrtra í okkar. Það er líka að finna að segja við sem í gýra því að föstudagur, við erum bara á föstudagum. Já, það er kannski svolítið skrítið. Sem var enda vel valið á sínu tíma að vera á föstudagum. Það er einhvern veginn aðeins léttar yfirmann en að vera með útastátt á mánudögum, held ég. Já, sveimi það. En það er eins og komið að dagskrárlið sem er tiltölulega nýra nálunni hér í F95 Blue og heitir Ef þú mættir. Svo hér eftir hann ætlum við að fara í mjög óþægilegt símtal sem heitir Blómabúðin og ég ætlum að dobla mig í það í dag sem var viðbyður. Það var gaman. Já, byrjum í það næst, en byrjum á Ef þú mættir og ef þið er að hlusta í fyrsta sinn og þá er ég með 3 spurningar á drengina og þetta er sem sagt ef þú mættir hitt og þetta, hvað myndur þið gera, eru þið tilbúinir? Já. Og ætlum ég að byrja á Þetta er alltaf svo erfitt hjá þér. Nei, er þetta létt í dag? Já, bara svona, mér bara stemminga svona pæli í þessu. Ef þið mættuð endur upplifa eitthvað moment úr lífi ykkar aftur, hvaða moment eru fyrir valinu? Ef ég byrja á þér Egill. Vá, þetta grínast eða? Nei, ég er ekki að tjóka. Bara þetta er rosalega spurning. Eitthvað eitt moment. Já, mættur upplifað aftur.
og ég samti alla spurningar í dag samti mig huga hvernig ég myndi svara en ég með öll mín svör ég get satt á svo bara stutt eftir ok, hvað poppar upp svona í fljótu ok, það var alveg gaman að grislingur í dattinn en þú veist, þetta samt einhverjum 10-12 tímar upp á sjúkurási og þetta mikið að bíða og svona, þetta veist 90% af þessu hundleðilegt sko þannig að sko það vilja upplefa í romantísku þú myndir frekar kannski vilja upplefa daginn eftir fæðinguna já, til dæmis, það var allir meira skemmtilega en þegar grislingur rétt á hann datt inn, til dæmis en síðan er hugsa og það er svona mikið út að bíða mikið og síðan farið grisling og það er mjög gaman en ég að velta fyrir mér sko svo farið grisling ég sko eignast svín en hvað hérna sko, þegar ég datt on a heater á hérna Crabsborði í Vegasinu sinni við vorum ekki í Vegas við vorum í AC já, vorum í AC Vegas gæinn sem var á stjórna borðinu stóð upp og sagði we got a shooter right over here það og hann sagði það ekki bara einu sinni hann sagði það nokkru sinnum og Egill var að byrja að öskra líka I'm a shooter reynda datan á rosalegt rönn og það var mjög góður ég hef aldrei skilið hennar leik nei, Egill skildi hann ekki heldur hann kastaði bara teiningum það er ekki kast of á 7 já, ég reyndi að spila hann 100 sinum ég var ekkert eðlilega góður að fá ekki 7 ég fekk eitthvað allt annað alltaf þar að þú myndi vilja endur upplega það sko, það er momentið þetta í lífinu en síðan líka sem poppar upp ég veist að fara í United leiki þegar pakka liðunum saman til við liftum dollum er ekstra skemmtilegt og ég er bara að hugsa upp á þú gæst mér eitthvað fyrir var en ég er bara eins og staðin eitthvað núna því ég var hún að heater á Crabsborðinu í AC ok, Steindi, hvaða moment með þú endur upplega? Sko, ég er ekki með jafn skemmtilegt svar sko ég ætla að vera mjög einlægur og ég ætla að svara þessu bara eins og mér líður og ég væri eiginlega til að upplefa moment með gamla hundinu mínum Pullu með Pullu er það ekki svolítið svona hreinskilísvar? Jó, þú bara tala frá hérstanu hvað voru að gera þú að Pulla? Við værum væntalega líkjandi upp í sófa og hún einhvern veginn ógeðslega klunnalega og asnalega sleikja á mig naflan eða eitthvað svona glata sko rest in peace Pulla já, hvíldi í friði það er svona fyrsta sem þetta er í hug en þetta er erfið spurning mitt svar var þegar Solskjær sett hann á 94 og United tók þrennuna það var eitthvað sem ég eru til að upplifa aftur svo er það næsta ef þið mætti vera einhver önnur manneskja en þið veruð í einn dag hvaða manneskja er þið fyrir valinu og nú byrjum við á þjóðsteindi það fyrsta sem kom upp í hugana mér alltaf segja bara fyrsta sem kemur upp í hugana ég myndi vilja vera Ásdís Rán í einn dag Ásdís Rán? af öllum? ég pældi í það hún var þá láruðin þyrluflugmaður já, ég minna það væri bara svo geggja að prófa að vera Ásdís Rán í einn dag hvað myndir þú gera? Hvernig væri það? Ég veit það ekki Ég veit bara ekki hvað hún gerir í lífinu Er hún þyrluflugmaður? Já, hún er alltaf komið próf Ég veit ekki hvort hún sé á þyrlu Maður myndi nú taka hérna selfie Alltaf, setja á grammið Og svo væri maður Þú átt í sjálfu sko Örugli í Búlgaríu Eitthvað svona Að búlgarast Að snáðast eitthvað Kíkja kannski inn á opnun Og bara svona einhvern megin að vera hún Ok, Egill, hver eru fyrir valinu á þér? Hvaða manneskja? Það segja mig þetta eins og ég var ekki hlusta á okkur hvaða manneskja, þú mætti vera einhver önnur í einn dag hver er þið fyrir valinu? Þetta grínast, maður vel allar manneskjur í heimi Já, Steindi valdi Ásdísi Rán Ásdísi Rán Eðlilegt svar Þú varst ekki að hlusta það? Ég skal svara þessu fyrir Ég datt út, ég er completely honest Matthew McConaughey Matthew McConaughey lifir fyrir svona humble lifestyle Þú veist, ef ég myndi lokka mig hann núna basically bara svo ég sé að ég hitti ykkur og menn fá sér steik og þannig ég spáði að vera eitthvað aðeins yktari típa sko hver er mjög yktu típa? Þú myndir öruglega velja Dan Bilzerian, hvað heitir hann? Nei, já, hann er bara í Ejo og kampaðin alltaf dagar sko, það er ekki gott fyrir sálina sko ég er að spá í, ég verður til að vera Patrick Schwarzenegger góður út af því ég er bara að fylgjast með honum á Instagram ég er bara að fylgjast með honum lengi á Instagram og svona hann á frábært líf ég hef ekki séð leiðilegan dag í honum þannig að við erum að tala um það að þú ert að horfa þetta á Patrick Schwarzenegger og Ásdísi Rán getur það verið að gerast en þið velja hvaða mann er í heiminum það er Ásdís Rán og Patrick Schwarzenegger ég myndi velja Obama eða eitthvað djöfulinn hann er bara heima að horfa á Netflix nei, ekki ef ég er hann já, en við erum allavega, Patrick og Ásdís eru bara Búlgari á ströndinni og svo kemur Bíberinn og opnanir og það er allt í gangi segir mig það, ég myndi freka velja Justin Bieber þá er það þriðja og síðasta í ef þú mættir og ef þið mættir hitta hvaða látnu manneski sem er hver er þetta valinu? Ég byrja þér núna Egill ok, manneski er látin og ég má hitta hana
Þetta day of fun með henni? Já, eða bara spjalla eða day of fun og ræðu hvað þú gerir Þessi erfið sko Nei, þetta Cobain hjá mér eða Jackson reyndar Hitta Michael Jackson Ég myndi ekki velja Hitler Michael Jackson Já, þú veist og sem myndi bara berja hans á harfisk Þú veist, ef ég geti fengið að ég hef auðvað meiri Myndur þú vilja vera krakki að hitta Michael Jackson? Nei, bara ég hef auðvað meiri en Hitler og myndir bara berja hann? Já, eins og harfisk og ég held að það myndi aldrei sko það myndi engin gagnrýna mig fyrir það einhvern veginn Þetta er skásta svarið í þessum lið Myndur basically berja hann eins og harfisk? Eins og harfisk, hann var 50 km yfir Þú getur alltaf Ég skýrhaus Nei, ég menna við erum að tala að þú getur myrtan sko Það er ekki breykið mig Hann 50 km yfir að stjaka hann til berja eins og harfisk Steindi, hvað er þitt svar? Sterahaus á móti Hitler Ég var alveg til ég myndi veðja húsinu mín ána barða Já, Egil myndi hafa hann Hann er samt drepinn öruglega einhverjum nazi sko Já, en var þetta ekki þannig að Hitler myndi koma hérna inn í stúdíu? Já, kannski, bara þú ræðu hvað þú gerir þegar þú hittir hann Nú hittir hann bara í Íslandi, þá ertu safe Steindi, hvað er þitt svar? Sko, ég veit ekki Ég var að hugsa þetta Ég er náttúrulega eiginlega búin að berja Hitler Ég veit ekki hvernig maður á að halda upp á það er eftir að toppa þetta sko Hvað varstu með í huga samt svona? Ég var með huga kannski svo að hitta Bob Marley og John Lennon Kannski Andy Kaufman Láta hann segja með 2-3 brandara Ok Er það ekki bara heiðilegt? Jú, það er flott Það væri alveg tilvalið ef ég og Egil myndum hitta Bob Marley eftir að vera búin að berja Hitler Það var líka geggja Það fólk geta alveg lagt 2 og 2 saman þar Líka að þú væri með Bob Marley og svo pullu að sleikja það nafnan Það var geggja Það er komin í plata með þessum snilling herra Netusmjör. Þetta er lagið Upp til hópa og ef að nýja platan er eitthvað í líkingu þetta laga þá ég von á veislu, það er ekki flóknara en það er eins og að komin tími á dagskrárliði sem við tókum upp fyrir í dag og var verulega óþægilegur og eiginlega bara hálf ógeðslegur. Þetta er dagskrárliði sem að Egill á og heitir Blómabúðin og þá fær hann einhvern til þess að hringja í Blómabúð og það er að þylja upp texta sem að hann er búin að semja sjálfur og ég vil taka það fram að þegar ég var ekki búin að fá að sjá textan fyrir ég hringdi, þannig ég hringi og þá rétti hann mér þennan viðbjóð á tölvunni sinni og ég þurfti að lesa hann upp fyrir greið konuna, þannig að við skulum bara fara í dagskrárliðin Blómabúðin og ég teka aftur fram að það var Egill sem samti þennan viðbjóð. Tjekkum á þessum. Blómabúðin Runni, góðan dag. Já, góðan daginn. Er þið með heimsendingu á blómvöndum? Já, við erum með það. Ok. Er þetta að láta skrifa kannski á kort líka? Það hefur nú haldið. Nafnið þitt er? Kristján. Og hvað heitir viðtakandinn? Ásdís. En ég ætla samt ekki að segja til, við erum með svona, ég er með smá nafn á hana sem ég kalla hana. Já, viltu hafa það utan á umslæðinu? Já, það er bara svona, það má kannski standa Ásdís utan á en svo vil ég nota hérna, það sem ég kalla hana kannski. Já. Og viltu hafa eitthvað meira en Ásdís utan á? Já, má vera Ásdís og svo bara Honey Boo Boo utan á. Honey? Já, H-O-N-E-Ö-S-O-L-O-N, svo svona bandstrygg Boo Boo, B-U-B-U. B-U, og þá er það textin í kortið? Já, textin er sem sagt til Honey Boo Boo. Já. Svo fyrir neðan, þá kemur ég get ekki lýst hversu spenntur ég er fyrir kvöldinu, punktur. Get ekki lýst því hversu spenntur ég er fyrir kvöldinu. Það spenntur að ég þurfti að lauma mér inn á salerni hérna í vinnunni áðan og losa spenning. Það spenntur að ég þurfti að lauma mér inn á salerni. Ég þurfti að lauma mér punktur. Já.
Svo kemur ef þú veist hvað ég á við punktur Hvað ég á við Svo svona punktur Já Svo kemur er það ekki jákvætt samt bara komma Þetta er það ekki jákvætt duga lengur í kvöld punktur Já Svo bara svona í lokin elska þig honey boo boo punktur eftir boo boo Já Svo hlakka til eiga geggjað samlíf með þér í kvöld punktur þinn að eilífu Kristján Hvernig er þá textin? Já Svo sé ekki að Þú Kristján í síma 868 9904 og við ætlum að senda til Ásdísar Ásdís Honey Boo Boo Starengi 40 og inn í kortið er til Honey Boo Boo ég get ekki lýst því hversu spenntur ég er fyrir kvöldinu það spenntur að ég þurfti að lauma mér inn á salerni hérna í vinnunni og losa spenning ef þú veist hvað ég á við punktur er það ekki jákvætt samt bara duga lengur í kvöld elska því Honey Boo Boo laka til að eiga geggjað samlífi með þér í kvöld þinna eilífu Kristján og hvað viltu senda henni? Bara hvernig var ég best að Jesus Ói ég get ekki leiða þess ég bara serði, ég kom sveittur af viðbjóðið maður ég verði að hringi í hann sko og láta hann vita þessu þetta er ógeðslegasti texti sem ég bara Honey Boo Boo Já, Honey Boo Boo Myndir þú kalla kærastunina Honey Boo Boo? Nei, samt því ég textan hann að skýra hausliðin Viðbjörn, þetta var í fyrsta og eina skipti sem ég mun fara í dagskóliðin Blómabúðin, hafði engar á að gera því Hvað það fyndið maður? Stuðlabomban á lengjunni er kraftmikill leikur með eldfimar í stuðlum en þú átt að venjast. Nú er það Chelsea, Manchester United. Tippaðu í hvelli. Búm! Lengjan, settu spennu í leikinn. Nýr og sjóðandi heitu matseðill á XO sem er innblásinn frá öllum heimshornum. Spicy chorizo flatbaka, XO núðlur, túrmeri kjúklingaborgari. Komdu og njóttu. Opið til klukkan 21 alla daga. XO Smáralind og Jöðallhúsinu. Hvað er skemmtilegra en að vera hel skafin? Nefndu eitt hlut! Fitnessport fyrir fólk eins og þig. Gæða útivistarskór frá Lítos, 100% vasseldir og Vibram sóli sem gefur gott grip. Skórnir þínir Smáralind, skórnirþínir.is. Það sést hver í borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur. Ódýr blekhylki og tónerar. Blekhylki.is, annarri hæð Smáralind. Slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxygólfum á baðherbyggið, bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxygolf.is. 20% afsláttur af öllum handklæðum og baðherbyggisvörum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Halloween í Keiluhöllinni. Helgina verður Halloween stemning í Keiluhöllinni. Það verða hryllilegar skreytingar og starfsmenn taka virkan þátt. Happakeila fylgir öllum Keiluleikjum og öll börn í Keilu fá frían ís. Happy hour okkar verður lengri en venjulega frá 9 til 12. Og ef þú mætir í búning, þá verður frítt skot frá Jagermeister og Sommersby og barnum. Keiluhöllin Egilshöll. Hryllilega skemmtilegu staður. Stöð 2 Sport verður í beinni frá London á sunnudag þegar NFL-deildin kemur til Evrópu. LA Chargers, Tennessee Titans, klukkan 13:25. Stöð 2 Sport, besta sætið. Núna hefur enga afsökun til að kaupa þér ekki prótein. Fitnessport.is, sent heim, capiche. Það alveg nauðsynlegt að dekra aðeins við bílinn fyrir veturinn og það 20% afsláttur af öllum Sonax-vörum í Bíkó. Barnaherbergi á öllum stöðum. American Style. FM
95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. Það hljómar eitthvað vafasamt. Já, ég veit ekkert hvað hann er að syngjum, en það aldrei heyrst þetta lag áður og mun sennilega ekki spila það aftur. En annars er það að hlusta á FM 95 Blö hér á FM. Rikki Gefar labbaðin í stúdíu, var ekki sáttu þessa línu hjá mér. Þetta var frábært lag. Hóta að hætta að spila tónlistina. Nei, ég er bara að segja, ég myndi ekki hlusta aftur. En annars var það ógeðslega gott og ég veit að hlustendur dilluðu sér vel við það. Já. Það er svolítið svoleiðis. En það er komið að þeim virta dagskrálið. Ég bergaði með annar ekki. Já. Sem heitir Hvort myndirðu frekar. Og ég ætla að sjá hann í dag og ég er mjög spenntur fyrir því. Egil, þú kannski setur mikrofón fyrir á munnuna þér. Setu þetta. Og ég ætla að henda ykkur í Hvort myndirðu frekar. Já, þú ætla að sjá það í dag. Ég ætla að sjá það og það er svolítið gaman að því að Rikki hafi verið að labba hérna því að fyrsta spurning tengist honum örlítið. En á in a good way. Það er alls ekkert slæmt við þessa spurningu. Nei. En hvort myndu við frekar drekka lítir af bensíni og þurfa aldrei aftur að borga fyrir bensín á lífsleiðinni eða drekka lítir af sæði úr ykkur og þurfa aldrei aftur að greiða fyrir áfengi? Þetta sko, getur þú drukkið lítir af bensín? Rikki, málið það er ekkert að því að tala um sæði úr þér. Það er bara heilbrigður hlutur. Sko bara svona ángrís er bara hvað er að frétta. Herðu, málið það, Rikki, þú komst inn á erfiðu tíma. Góða punktur á Rikki. Leið og Rikki kom inn, þá voru að tala um tónlistinans og hann labbaði inn á vestartíma. Ertu að tala um að þú þurfa að drekka lítir af mínu sæði og þurfa ekki að, og hvað, segir þú? Það er að borga fyrir áfengi eftir. Í ævintýraheimi, við erum ekki að tala um að þú þurfa að gera þetta í dollu í mánuð, sko. Við erum að tala um bara, þetta er bara í þykjustinni. Mánuð, þetta takir Rikka 3 daga, sko. En má drekka bensín? Sko, það er nefnilega sem ég held að það sé lífshættulegt. Það er lífshættulegt. Ég tek Rikkan. En býta eins, þá eru svona fljótur að kasta það þarf ekki að ræði þetta þauðlan. Ef þú drekkur bensín Fyllibittu drekka bensín til að hægt lísi eða ekki? Þú getur alveg drukkið ég heldur ekki drukkið lítur á bensíni og lifa það. Skemmt kannski 1-2 líffæri eða látið dælu upp úr þér. Ég tek Rikkan, ég ætla ekki að deyja. Allar að drekka lítur Frekar það en hitt. Þú valdi það? Já. Já, sænaði minni bensinni strax sko. Ég bara glemdu hinnu. Þið völdu sér hvað hlutin hann? Það voru ósammála. Ég voru ósammála. Já. Herru, þá var það næsta spurning og hún er eiginlega frekar forveitinleg. Ég veit ekkert hvað þið myndu segja hana. Hvort myndu við frekar vilja? Það vera 200, þetta er bæði eiginlega svolítið hættulegt. Eiginlega lífshættulegt. Myndi ég halda. En Egil getur kannski svaraði það sem hann þekkir sem mál betur. Hvort myndu við vilja vera 200 kíló? Þá er ég ekki að tala um það er ekki vöðvar. Nei. Þið væru bara allt og feitir. Bara of þungir. Ég held að segja enginn til sem er 200 kíló af vöðvum. Já, af vöðvum. Já, sko, ég held að Hafþór hann er ekkert langt frá því. Já, hann var held ég 180 kíló þingstur en þá var hann ekki skafinn inn að beini, sko. Nei. En við erum að tala um 200 kíló og það er engin vöðvar þar. Nei. Það er bara hölk. Já. Eða að vera 46 kíló sem er líka hættulega létt myndi ég halda að vera kallmaður á ykkar hæð. Já, bara eins og Christian Bailey. Og við erum að tala um það að þið væru samt ekki í ykkur lífshættu varandi þyngd en þið þyrftu að vera svona allaæfi 200 kíló eða 46 kíló. En stjórnum maður fytur hlutallinu ef maður er hérna 200 kíló? Þú ert ekki 200 kíló að hölk. Ef ég er 200 kíló skafinn? Nei, þú værir ekki. Myndur þú vilja það? Þetta grínast, sæmaði minni það strax sko. Í alvöru? Ég myndi vilja það sko. Ég fæ bara beint í súra og bara sér sem með jakkaföt. En þú getur ekki sitt í bíl eða bíl? Það er ekkert þessin. Það er hömmur. Er þetta bara eitthvað sveipa á Ritz Piana var, hvað var hann eiginlega? Ég tek 46 kíló því að þá held ég að það er léttara fyrir mig að fljúa og bara svona þægilegra. Það þarf að vera 46 kíló blöð. Það er eitthvað 200, já. Þetta er svolítið, þetta er bæði erfitt, sko. Ok, 46 kíló blöð. Já. Hvað munar 32 eða bara 46 kíló af blöð. Það er helviti létt sko. Já, ég veit það. Þú getur fókið sko. Býtu, átti ég ekki að svara? Jú, ég bara En það er ekkit rétt eða rangt í þessu. Þú tekur 46 kíló. Málesnið, þú er með mjög íkt dæmi í sekkur áttina. Og þú getur verið 20 kíló. Þetta fara raukur að hvort sé heilbrigt. Það er bæði, það eru til manneskjur, það eru til kallmenn sem eru 46 kíló og sem eru 200 kíló. Já, en þá eru þeir kannski
25 á hæð. Nei, var ekki Christian Bale 46 kíló? Já, það er eitthvað hlutverk fyrir hlutverki bíómynd. Já. En ef þú ert hérna bara að borða holt og ert að hreyfa þig og ert eins og blöð er 1,70 og 9. Hvað það er bara taka mér 8 cm af það ógeðið. Þú ert væntanlega ekki 46 kíló að þú ert duglegur að éta og hreyfa þig. Þá er hann auðvitað þyngri, skilurðu. Já, við erum í leik. Já, við erum í leik. Nei, svara bara, ég er búinn að svara. Ég ætla að vera 200 kíló skafin. Ok. Farðu bara í næstu. Ég fæ bara svona sting í heilan á því að vera að reyna að vera í þessu leik með honum. Ég veit það. Hann bara fattar ekki spurninguna reglurnar. Þetta er hypothetically. Herru, hvort þetta frekar vilja vera getulausi sem eftir er, bara basically með súpu í klófinu, eða vera með tak í bakinu sem eftir er. Og við erum að tala um alvöru tak. Erfitt að sitja, óþægilegt að klæða sig í sokkana, vera illt í bakinu sem eftir er, eða getulausir. Þetta er náttúrulega hræðilegt fyrir það er náttúrulega fólk sem er bæði illt í bakinu og er getulaust. Já, ég veit það, alveg ekstra op eða bæði. En hvort myndið þið vilja vera? Sko, má ég aðeins forðast meira þetta? Já. Ok. Ég heyrist að taka kortir þegar þú ert getulaus, það í dag er komin a magic pill sem er blá og eins og svona eða græn, eða gul er ekki blá að það? Já, bara Viagra. Já. Og það láta þið fá a boner sem þýðir að ef þú ert getulaus og tekur þessa pillu og svo nýr bara kortur í senna. Algjörlega, það virkast þetta ekki að þú ert getulaus held ég sko. Ég er að tala um það að þú veist, ok, virkar ekki eins og pillana. Ég verð bara að fara út og fá mig frískt loft. Ég er að tala um þetta sé basically bara eitthvað drasl sem hangir í klófunar og getur ekki nota. Já, þú mátt ekki nota pillur. Ég hugsa samt upp á bara að geta lappað og liðið vel og þá tek ég hérna takk í bak. Þú takk í bakið? Ætlar að vera með takk í bak? Nei, hann ætlar að vera getulaus. Já. Ok. Ég er nú ekki langt frá því hvort þið er þannig. Hvað er það að hræðilega valmöðleika málega vanalega í þessu leik þá eru við með 2 valmöðleika og þeir eru ekki frábæri, þeir eru ekki hræðilegir. Þetta er ekki það hræðilegt. Það verður getulaus eða geta ekki labba og það er illt í bakinu. Þú getur alveg labba og það er bara illt í baki og fyrir sokka. Sammála blöðu hana. Þið takk í bakið? Já. Ég er sammála okkur þar. Já. Elska dásamlegu tuskudýrin og bánsana frá Kalú. Kalú-vörurnar eru frábærar vöggugjafir. Fáanlegar í margt og mikið, Holtasmára 1. Ekkert meðlimagjald, bara lægsta eldsneytisverð fyrir alla. Atlandsolja Kaplakrika. Nú eru sófadagar í Takko Habitat. 20-40% afsláttur af öllum sófum. Komdu og hannaðu þinn eigin sófa. Takko Habitat, Skógalind 2, Kópavogi. Góðgerðarpizza, Dominos og Hrefnu Sætran er komin á matseðil og verður í boði frá 15. til 19. október. Öll salan rennur óskipt til Bataskólans. Láttu gott að þér leiða og njóttu góðgerðarpizzunar. Dominos. Við framleiðum fjölbreyttar lausnir til afmörkunar og lokunar svæða. Við framleiðum lausnir. Íslands hús. Góðan daginn, kæri nágranni. Ertu búin að fá ávísununa frá okkur í pósti? Apótekarinn. Lægra verð. Fallegir skartgripir. Fríða Guldsmiður. Skólaverðarstíg 18. Það sést hver í borða Walk-on. Þú veist hvað ég meina. Walk-on, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asískur matur. Tudor rafgeimar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeimum. Vantar þið gjöf fyrir hann? Þú færð hana á fyrirhann.is. Þráðlausar dyrabjöllur. Gloway, Ármúla 19. 20% afsláttur af öllum plastkössum. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Enska úrvalsdeildin snýr aftur helgina eftir landsleikjahlé. Þetta er í markinu! Og við byrjum veisluna á laugardag með sannkölluðum stórleik. Skora Chelsea, Manchester United, klukkan 11:20. Stöð 2 Sport, besta sætið. Það er hárrétt, Stöð 2 Sport, besta sætið og talandi besta sætið, þá minn ég á leik Manchester United Chelsea á morgun og ég myndi bara bruna niður í Keiluhöll og taka hann þar á einhverjum besta sportpub landsins. Þetta er svaðaleikur og vonandi gengur okkar mönnum í United vel í þessum leik. En það er hins vegar komið að dagskráralið sem að ég er mjög stressaði fyrir og heitir spurningakeppni Gilsarans. Ég málega, ég er búin að kvíða fyrir þessu alveg frá byrjun þáttar frá því að ég sagði hvað þessi keppni er.
Já, það er svolítið svona. Þetta er óþægilegt og Egil, hvað var þetta? Var þetta ekki nákvæmlega? Þetta var King of... Þetta er, sko, ykkur finnst þetta hljóma illa. Ykkur vesin í samlífinu. Þetta heitir King of óþægileg samlífsmoment sem er, sko, maður, þið er ekki ofugsa þetta. Blöð, þetta er nokkuð með penna og blað fyrir. Hérna. Hvað er fyrir? Má sjá. Það er hérna. Ok. Mér stila bara fárumstu við hann lift þess að Já, ég veit ekki. En málið er að sko út af því að við erum einhvern veginn við erum bara því að við lendum hlutum eins og allir hlustundur hafa lendi í þið eru að verða 60 og lendi í öllum anskotanum Bætti bara okkur 22 árum og þetta er bara basic keppni og engar ágjör þessu og byrjaði þetta bara Hvað er margar spurningar? Þetta er bara eins og að rífa plástur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wow, mörgar margar Jæja Ok, eru þið klárir? Já Við erum enn ekki léttir Við erum bara klárir Við erum bara að bíða eftir Við erum bara að vona að bæða Við erum að krossleika fingur Bara ekki setja press á mig, þá panika ég og stressast ég upp Ekki stressa mig upp Nei, ok Þetta er allar, ég sé það nú að spurningarnir allar fyrir sérstakar Þú sendur okkur bara mail Hefur leist vind í miðju geggjuðu aksjóni? Leist vind? Nei, ég held ég sé bara sem betur fyrir lausu við það Bara mist fredið? Já, ég meina bara Steindin og líklegri þarna Sko málið er Akkur er ekki líklegri Þú varst ekki á besta mataræði En málið er mín skoðun er samt svo að þetta sé fullkomlega eðlilegt og þetta sé ekki eitthvað sem þetta skammast ykkar fyrir Þetta er eitthvað sem ég held að flesti hlustundur tengi við Já, ég myndi alveg viðurkenna ef þetta er gæst Ég var samt að flesti tengi við það Nei, ég man ekki eftir að hafa rekið við á meðan ég var að stunda saman En þú veist að þú tók kolvunnaríku mataræði, Stendur? Ég veit ekki svo hvað það þýðir en ég var ekki gert það Nei Hvoru var punkt? Ég var eiginlega búin að millifara punkt og Stendur hana Ég var að viðurkenna Ég ætla að gefa það reynd Ég ætla að starta sér bara 1-0 Þú spyrjar að strika á mig strika Ok Hefurðu náð hámarki á óþægilega stuttum tíma? Já Sigur þar Hvernig var svona, förum að séu þetta? Hvað meinar þú? Það hefur bara komið fyrir ofta gegn tíðina Ég bara Vel peppaður 18 ára Þetta tala um að þegar að þú veist æsingu verður eitthvað og mikill Já, ég bara hef lent alveg bara í með konunum minni, skilur bara, hey, sorry maður, djöðlar þetta þarna skeiti aðeins maður Nei, þú veist, ég þarf ekki að segja, ég bara, þú veist gerir betur næst Segir bara fyrir geðu En var þetta ekki svona, ég er að setja í Fortnite og það var að drífa mig Nei, ég held að sé enginn að hlusta sem hefur ekki lent í þessu Já, það hefur enginn lent í þessu Ég held að bæði kynhafinu bara kannski lent í þessu, skilur þú veist, það er ekki bara strákar Ég held að það er algengar hjá okkur Miklu algengara, en þú veist, en hérna Þeir eru báðir með solid punktarna Já, en þú veist, það er nú vaninn að reyna bara allir fái jafnt út úr þessu Ég er ekki að kreista alla vöðva svo ég geti farið í Fortnite, sko Nei, það væri einkennilegt Þetta verið sent online Ég myndi ekki gaggrina það fyrir þetta sko. Nei, ég veit En ég get líka sagt sko, þetta eru mörg ár síðan að ég hef lent í þessu á bara svona, þú veist Deiti svona, já, þannig séð og með stelpur sem að, veist, ekki, hún var ekki kærasta mín Nei, þannig veist, ef þú lendir í sem í kærastuninn þá er það bara, veist, hún veit betur þetta bara kemur fyrir Varstu fyrsta deiti og hámarkaði þetta í 2 sekundur Nei, en ég reyndi fattar þú? Þannig ég náði ekki eins og að njóta að því ég reyndi áfram bara eins mikið ég gat svo náttúrulega bara En þú, blöð, segðu bara eitthvað fram í hennar sík og síðan kemur aftur Aldrei reykt Ég reyndi alltaf fram Herru, ok, ég veit ekki okkur að segja það segja sígarettu bara til að ég veit ekki okkur að segja það fram bara En já, en það hafa allir lendið því og það held ég hafa allir líka einhvern með reynda þrauka áfram og þetta er bara algengt dæmis Já, ég meina þetta er eitt Við þurfum ekki að skammast Hefur þú að stunda samlíf og þú fara að hugsa móðið þína? Nei, það er nú bara það er algjörlega það er bara hræðilegt dæmi sko Skoðan spurning að þetta maður En ég meina, þú veist, málega það, ég hef ekki lent í því en það gæti alveg gerst hjá einhverjum ekki á þann hátt sem og sér kannski gera eitthvað kannski hún myndir ringja síminn, þú lítur á síman þetta er mamma, þá ertu vantarlega að hugsa hana þú sást síman og ég hef aldrei lendið þessu það þýðir að ég hef kannski einhvern tímann hugsað ykkur alla, þú veist, ef það er þannig það er nú ekki til að skamma sig fyrir en nei tímiður, þetta er ekki svo ok, það er ekki punktur eins mikið við dyrka að móða mína þá er þetta sannlega eitt af síðasta sem ég myndi vel að lendi
Hún er samt sexy sko. Já, það er bara þín orð. Hefur í miðju samlífi óvart skallað makan, sérst hausar rekast saman klunarlega, óvart. Já, það eru mörg á síðan. Það geta alveg vel verið. Hvernig er því í blóndið og króknum? Já, ég hugsi að veri eitthvað sögðu á króknum? Ég var mjög spenntur alltaf fyrsta árin sko. Á króknum? Já, var vel peppaður og var að drífa mig svolítið og, já. En jú, ég hef lent í þessu, ég hef skalla. Já, ég held ég hef gert það líka. Má ég kafa? Ég tók ekki þennan bara og skalla á það. Nei, það var óvart. Ópeppaður og bara ópeppaðist, já. Á króknum. Já. Gætti rauðan Hyundai Coupe. Það skemmtir að sem maður. Varstu basically rúndandum að rauðum Hyundai skallandi konur í rúminu? Það gerist einu snór. Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt Oft þetta var klunnalegt Blöðart fara með hausinn til hægri, býst við að dama fara með hausinn til vinstri, þau fara bæði með hausinn til hægri, búm, skalla ennunum saman. Þeir hlæja af þessu, þau verið gott flip hjá Blöð. Enda þetta ekki vel? Jú, allir feskir. Steinþór? Já, ég hef líka skallað. Er mikið eftir þessu drastlið það? Það er 2-2, þetta er aldrei svona spennandi. Hefur þau stundað samlíf í sturtu og það var ekki jafn sexy og þegar Sly Stallone var í sturtu með Sharon Stone í The Specialist. Þannig að basically eftir bara að spyrja hvort þú hefði stundað samlíf í sturtu. Já, þeir sáu þið Sly Stallone með Sharon Stone í The Specialist. Nei, hvað er það bara? Er það mest sexy sena bara? Ég er langt fyrir sána. Ég hef hort á marga bíómyndir. En sturtuatriði með Sly Stallone og Sharon Stone í það situr í þér í Specialist, já sko einhvern veginn sko síðan, ok, ég er ekki í keppni hérna, en síðan einhvern tímann fór ég í sturtuatriði og það var ekki eins og í myndinni, það var einhvern veginn allt öðruvísi, skrítin hljóð og allt sleift og eitthvað mjög aðsnalegt. Hvernig var ykkur félagum? Jésús maður Ofpeppast hann fattaði, hann var að segja frá sér og bara, en hvernig var þetta? Já, við erum bara nei, það var ekki jafn sexy það var ekki jafn sexy sko það er 2-2 já, 3-3 væntanlega hvað fáið punkt þarna? Já, við höfum báðir ok, þetta var svona dead tide einhvern veginn 2-3, ok, who gives a shit, það er 3-3 Þetta síðast að hefur, nei, það er hellig eftir ok, hefur verið að stunda samlíf og þið eru orðin sveitt þið og kveður er nuttast saman og það kemur svona prumpuhljóð Mér finnst það vond að vera að hlæja þess Ég er ekki einu svona að skilja hvernig það gerist Þetta er eitthvað sem þú er lent í Þetta er tilkvæmlega þekkt atrið Ég held ég ekki lent í þessu þegar maður er sveittur og pumpunar svona fara saman eitthvað kemur upp hljóð Er ég eitthvað röglaður? Ég veit ekki, kannski ekkert sem ég man eftir sko Er ég að klúra þessu? Nei, ég myndi halda það, ég myndi mun eftir Ég meina, miðan við hvað erum að opna okkur með hérna þá var nokkuð ljóst að myndi segja frá þessari villu að ég er bara ekki svo í muni Eðlilega koma alls konar skrítin hljóð bara í ferlinu Stundum gerist það Tvær sveittar bumbur eru saman Við náum þessu Testast það saman Við náum alveg hvort að tala Og það kemur svona við skiljum alveg hvort tala Ok, áframgag, 3-3 Það er 2 spurningar eftir og þetta er dead tide Hefur verið gripinn glóðvolgur í samlífi við sjálfa þig? Nei Snögt, það var snögt nei og Steinþóri og Blöð, ég sé út að hugsa þetta Ég lemur að geta, krókurinn Já, sko, það er, ég náði að bjarga þess samt Á króknum? Já Steinþór, okkur auðvitað ekki heima á króknum Kannski það var ég bara grimmastur í þessu bara úlingur Ég var samt að fara að segja sama Það hefur pottið komið eitthvað mómenti gegnum tíðina þar sem þetta var skilur Tæft Ég bara greip og setti sængin í þenni Ég veit hvað það er að gera en ég ætla ekki að tala neitt um það Nei, þú veist ekki gripinn technically Ég hef ekki verið gripinn bara eins og Rikki á gólfstöðinni Það er eftir gripinn glóðvolgur Þetta talaðu þegar Rikki sagði kona ætla fram á ára á gólfið og sér fór hann ekki ára á gólfið Það eftir gripinn glóðvolgur Þegar þú ert að gera þetta líka sem úlingur og það er eftir að gerist hjá mig þá ligg ég líka bara upp í rúmi og er bara með sængin og drega nefið ég stóð ekkert við skrippbarum mitt bara með félagann í hendin og hún lappaði inn á mig sko. Það er mjög skrítið þannig að verður bara í rúmi og nærða bjarga þér staði reyðu við skrippbúð, það er mjög weird Við verðum að enda þessi keppni Ég er bara svar nei frá báðum ok, síðasta hefur lendið því að jafnaldrin hefur verið með stæla við þig Ertu fast að kalla tippið á okkur jafnaldran hann er ekki gammal
En ekki á gamalla. Shit. Má ég klára? Shit. Ég bara hef aldrei heyrt þetta. Það er bara málið. Má ég klára? Það er jafnaldrin. Kláraði. Ok, hefur lent í því að jafnaldrin hefur verið með stæla við þig? Já, ég lendi því. Má ég klára? Ég veit alveg hvað það spurði Þú varst að fara að spurja því að aðstæðin. Hann hefur með stæla. Ég segi ekki að við erum með stæla. Og við ekki vilja vakna, heldur vilja sofa lengur. Já, ég hef lendið því. Sofa lengur. Herru, vistu það? Tengist stundum drykju. Það er eins og sért að skrifa einhverja skáldsögu eða einhvern perrapistil einhver stað á okkur fjölmiðli. Þú veist svona, hvað hefur einhvern tíma lendið í þegar jafnaldrin neitar að vakna og vil sofa lengur? Já, ég veist, það er bara sem fólk hefur lent í Stefán. Ég veit að Steindu lendi líka. Það er 4 dead tide. Já, við erum Þeir eru báðir king of óþægileg samlífsmoment. Já, við erum báðir skelvilegir í betanum, en það er bara þannig. Þetta eru Cardi B, Bad Bunny og þetta er eitthvað fulltalið og lagið heitir I Like It. Ágætislega. Helvita eru margir í þessu lagi. Já, þau eru alveg Bad Bunny, J Balvin og Cardi. Nei, þau eru enda bara 3. Þau eru ekki að gera okkur útásmenninu greiða með því að hrúa á sama trakki 20 mann, sko. Nei, en lagið heitir I Like It og sveima þá I Like It. En það er komin tími á 9. dagskrárlið hér í FM 95 Blö. Og hann heitir nefndu frá besta til sísta. Og ég ætla að vera með þetta svolítið mjög dreift svona næstu föstudag. En ég hugsa að byrja bara einu létt og þægilegu og því að við þekkjum þá alla vel og ákvaða að fara það nú 2 með okkur í suður-ameríska draumnum í kvöld. Minnum á hann klukkan 8:30 á Stöð 2. Já, rosalegu þáttur. Já, við hjólum dauðavegin. Pæli því, við hjólum dauðavegin. En við lifum hann af. Við lifum til tell. Það er ekki allir sem lifa hann af. Þeir eru lífið það félagarnir. En það er ekki allir sem hafa að lifa hann af því miður. Þetta er stór hættulegu veður og það deyja þetta margir á ári. Þú voru að kíkja á það í kvöld Suður-amerísku draumnum. En ég tekja leiðilega, það er betra TV í annarkvörðu að dreipið, sko. Alveg sammála. Já, það er líka að fengið rosa áhorð á serían. Já, rosa fyndið. En það er komið að nefndu frá besta til sísta og ég ætla að hafa í dag hver af þessum fyndnastur og svo bara hver er í öðru seti og hver er í þriðja seti. Og ég Steinþór að svara. Glæninn dagskrárliður. Já, og þeir sem komið til greina eru Sveppi, Pétur Jóhann og Ari Eldjárn. Nú vil ég, hver er fyndnastur, nefniði þann besta til sísta. Vá, en akkur ertu svona ljótur að láta okkur gera þetta við vina? Já, þetta er málið, þeir eru allir að hlusta, sko. Og sem þýðir að einhver af þessum 3 gæjum mun aldrei tala með Steinþór aftur. Enginn enn verður móðgaður. Málið það. Ég lofa ykkur því. Nú er ég að vera alveg hreinskilið þig. Ég mun búa til einhverja röð eins og mér líður akkurat núna. Já, en svo getur verið hún breytist. En málið það, þetta eru 3 rosalega, þetta eru góðu vinir mínir og allir ógeðslega fyndnir. Þannig að þeir eiga allir það sín moment. Stundum finnst mér Ari langfinnastur, stundum Sveppi langfinnastur, stundum Pétur langfinnastur. Hvernig er staðan í dag? Og ég byrja á þér Steindi. Hann er alltaf mjög langt síðan ég hitti Ara. Tók þetta símta, við heyrðumst í síma daginn, ætlum að bæta úr því og fara að taka kaffi. Það er langt síðan ég heyrði í honum. Ég hitti Pétur daglega. Ég þarf ekkert söguna. Segðu okkur bara hver er fyndnastur og hver er sístur. Hann er easing into it. Já, hann er líka bara píla monta sig hvað hann heyrir oft í þessum gaurum, það er bara hræðilegt. Monta mig, þetta er bara vinir mínir. Það var skrítið að monta með að hitta Pétur Jóhann og Sveppa Krulli Sko meðlega, þetta er komið einskot. Bara svona fyrst sem ég hugsaði í síðan 3 gæja. Út af því að allir eru með svona mismunandi comedy qualities, finnst mér. Já, alveg rétt. Út af því að sko, eins og þess mest Ari Eldjárn er geggjaður bara upp á sviði með raddir, eftirhermur og bara, líklega með bestu uppstöndurum, líklega í heimi. Sétu með gæja sem eru bara svona, þú sérðu það út á götu, þú hittir hann 10-11 og þú fer að hlæja. Pétur Jóhann er svolítið. Ef ég rekst á Pétur Jóhann 10-11 þá hlægi meira en ég hitt á Ari Eldjárn 10-11. En síðan ef ég sé Mushroom búið með 2 vodkaflöskur og er að keðureikja niður bæ, það finnst mér til dæmis mjög fyndið. Bara að finna sig í séð. Þannig að sko, allir þessi 3 gæjar eru með svona mismöndi qualities. Það er skilta, en þessi að vippa svo bolti yfir til Steinþór, þú byrjar. Af því að það er föstudagur þá ætla ég að gefa Sveppa Krulli það. Hann sé fyndnastur. Af því að þeir Egill komið, af því að í dag held ég hann sé fyndnastur. Af því að hann er mjög líklega búið með 14 rauðinsflöskur heimi á sér. Og hann er búin að setja bólinn yfir hausinn á sér. Hann er ykkur drikkjurhútur. Hann er fjölskyldumaður í... Hann er fyllibita. Og hann er pottitt núna að reyta af sér brandarna. Krakkarnir farnir að gráta og hann er komið með bólinn yfir hausinn og er að taka selinn og búin að drekka 14 rauðar og hann hefur sigurinn í dag. Sveppi fyndnastur, hver er þá í öðru seti?
Ég nánast ætla bara að flippa coin upp á þetta núna. Ég ætla bara að hensu penna þetta. Ef að lendir þetta mér, þá er Pétur næst Finnstundur og Ari í þriðja. En eins og ég segi, þetta er öðru sem morgun og öðru sinni. Sko, nú er ég mitt svona faglega mat. Sko, ég þekkir enda Pétur og Sveppa meira en Ara. Ari hefur komið til minni í training, ég hjálpa hann maður að taka bumbuna á honum, en ég þekki hann minna en hina tvo. En hann er mjög fyndur á sviði og hann er hell of a comedian. Þannig ég erður með að meta hann, ég verði auðvitað, ég er bara hreinskil. En sko, ég hef hlegið meira því af Pétri en Sveppa þegar við erum allir saman í ykkur rugli. Þegar Pétur stendur oft upp okkur veitingastað fyrir að hann er svo fáiði. Veistu við hvað sé á veitingastað? Hann stendur upp fyrir að all lappu staðin og syngja og garga og eitthvað. Já, ég ætla að breyta. Syngur okkur óperu meðan Sveppi situr bara og hlægir og drekkur. Ég er búin að gleyma þig, Pétur er líka fyllibita. Ég ætla að segja Pétur. Sláðu mig inn. En sko, ég mála slá hann inn. Pétur segir þegar hann byrjar að tala og vill halda svona ræðu, þá kallar hann alltaf sláðu mig inn. Þá vill hann að fá svona þögn sem er hræðilegt. Þá alltaf slá hann inn og stendur hann upp og heldur ræðu. Þetta er Pétur Jóhann, þetta er Sveppi og þetta er Ari Eldjón, þetta er þessi. Anskotin, ég ætla að segja, ég málaði það. Ætla að breyta bara, þú mátt ekki breyta. Ég ætla að breyta síðaskipti núna. Við skuldum auglýsingar. Ég ætla að segja Ari. Ari Finnstundur. Ég var að horfa daginn með sjónu, hann er að segja bara Ari. Það er bara að segja þetta hitt stendur. Já, þú bara breytis öllu, en þetta er dagsfjörluðu sem ég mun ekkert alltaf með þetta svona, en ég ætla að reyna að hugsa eitthvað næst fyrir næsta föstudag. Ég er að drepast úr kvefi og krakkandi líka. Ég verð að fá með Steribar. Það bjargar okkur alveg. Sterimar nefúðin fæst í öllum apótekum. Íslensk framleiðsla á springdínum og rúmum. Fjölskyldufyrirtæki í 75 ár. RB Rúm, Dalsröni 8, Hafnarfirði. Hæ, þetta er Sara í Unique. Strákar, vantar ykkur fallega gjöf fyrir konuna? Kíkið til okkar og við hjálpum ykkur að velja. Unique, Kringlunni og unique.is. Fáðu það besta út úr bílnum þínum. Aktu á Pirelli, Nestek og öll betri hjólbarðaverkstæði. 5 staðir. Reykjavíkurpartíð byrjar hjá okkur í partýbúðinni Skeifunni. Hryllilegar vörur á báðum hæðum. Þórið þú að kíkja á alla búningana og skrautið á Facebook-síðu partýbúðarinnar. John Grant fagnar nýrri plötu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. október. Tryggðu þér miða strax á tix.is og í miðasölu Hörpu. Mazda CX-5 er búinn öllu því allra besta frá Mazda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu Mazda CX-5. Brimborg. Rafmagnsbassar, tónastöðin, Skipholti. Lýsum upp skammdegið, mikið úrval af ljósum fyrir iðnaðarmenn. Verkfærasalan. Höfum opnað Æsver magasín í Smáralind. 20% af öllum vörum alla helgina. Halloween í Keiluhöllinni. Helgina verður Halloween stemning í Keiluhöllinni. Það verða hryllilegar skreytingar og starfsmenn taka virkan þátt. Happakeila fylgir öllum Keiluleikjum og öll börn í Keilu fá frían ís. Happy hour nokkra verður lengri en venjulega frá 9 til 12. Og ef þú mætir í búning, þá verður frítt skot frá Jagermeister og Sommersby á barnum. Keiluhöllin Egilshöll. Hryllilega skemmtilegu staður. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Þetta er sonur okkar Aron Kahn með Tjögita. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og við drengindi þökkum ykkur kærlega fyrir það. Við munum á Keiluhöllina í kvöld. Það er að sjálfsögðu happy hour á barnum og já, hægt að keila langt fram á kvöld. Seima Viljónsson sjálfur á barnum? Já, ég held að hann sé sjálfur á barnum og á rútinni og svo eru þeir að sjálfsögðu með Manchester United Chelsea á Shaken Pizza á morgun. Fylgur maður. Já, þetta er líka bara okkar staður, okkar kostandi. Já, self-made. Fættist á Egilsstöðum með mínus 50 miljónar bákareikninum. Já, málið það, þetta er geggjaður staður. Já, þetta er ekki bara þegar það kostar þáttir. Það er geggjað, það er hægt að fara þarna og vera basically allan daginn að snáðast. Og líka bara góðar pítsur hjá það sem að þyrst að gera, nú er ég með businessummi til að simma. Það sem að þyrst að gera var að opna Shaken Pizza útibú annar staðar. Þannig að þú getur gripið ykkur slæsur. Já, þannig að þú þurfur ekki að vera upp í. Já, það er ekki vitlaus hugmynd. Hann getur lagt inn á mig. En við ætlum að fara í dagskrálið sem heitir Myndir fyrir cash og það er Egill Einarsson sem að sér hann. Já, er þetta þá, ok, alltaf þegar Egill hefur síðan Myndir fyrir cash, þá er það fyrirlegt. Nei, þú ert bestur. Þú ert með skrýtnar upphæður. Ég er eitt að halda upphæðinu svona, þannig að make sense. En spurning að það er fyrirlegar. Það er ótt fyrirlegar, jú, vissulega.
Ég er sammála því. Hvað ertu með handa okkur í dag? Sumar af spurningu er barnalegar, sumar ekki. Myndur ég geta golfkúlu af rassahárum af Sigmundur Davíð fyrir 75.000 krónur á viku? Hvað mikið penningur? Og fæ ég það bara sem eftir æfum minnar, bara 300.000 Já, þetta er bara, málið dýllin er bara þannig. Ef að þú ert til í að geta golfkúlu. Já, bara þarf ég að gera það í hverju viku. Já, ef þú til í hverju viku. Þú þarft ekki að segja eins og úr hverjum, þetta er alltaf að mókjast sko. Þá þetta sér þú, hvað er því að setja meira til í? Já, Sigmundur hann er hotlu góða mataræð þessa dagana og hugsa vel sig. Hann er átækja, hann er búin að missa svona 40 kíló. Vel gert hjá honum. Og þú veist málið að þetta er bara vassopi og kingir þessu og þetta er 75 skall á viku og ég þarf að gera þetta hverju viku. Nei, það sé máli dýllin með þannig þú mátt pása þetta alveg í 2-3 vikur taka sér aðra gólkúlu. Ég myndi bara sleppa þessu. Er þetta ekki basically bara ég get alltaf sótt 75 skall ég vil þannig að ég mætti gera það hverjum degi líka? Já, sko á viku. Einu sinni við maxi viku. Maður getur ekkert í gólkúlu á dag og þetta er létt nei hjá mér. Ég myndi bara alltaf gera þetta. Ég myndi bleita þess í henni. En það fittar þetta bara ágætt inn í mataræði þitt. Þetta er ekki ógæstlegt þegar þú setur í fyrsta lagi er ég ekki getandi hárkúlur alla daga. Það verður mjög furðulegt mataræði. Og í öðru lagi þá er ég í meðrum og ég er að standa mig ágætlega. En sko hárkúla þetta er ekki það mikið vesen. Golfkúla eina sem þetta getur stað í hálsun á manni. Máttu ekki rífið í þrennt eða eitthvað? Svo þetta er líka bara ógæstlegt. Þetta er úr rassinum á einhvern. Þetta er bara áhugin og ég hugsa þetta einhvern veginn sem bara ein golfkúla og bara vasklas sko einhvern veginn. Ég sagði nei, Steindi sagði já. Alltaf já. Easy já. Þetta er já og þetta er nei. Myndur einungis hlusta á lög með Mercedes Club það sem eftir er fyrir 12 milljónur á ári þangað til þú drefst? Hvað bara, það er auka miljónum mánuði bara fyrir að heyra Mercedes Club? Nei, þú mátt ekki hlusta á neinu önnulög. Nei, það er bara það. En ég ætla að koma með eitt svona bara til að vera sanngjarn. Þú veist, að sjálfsögðu er ekki tekið með því að fara á skemmtistað og því stjórna ekki hvað að spila þar. Já, ok. En þetta er eðlilega. Þannig ég má heyra önnulög. Já, ég meina, ef þú ferð á skemmtistað þú stjórn og getur sagt DJ-num spila bara Mercedes Club. Ég bara tala um því út í bílnum og heima hjá þér. Þetta er létti á hjá mér af því að þá myndi ég bara byrja að minka rosalega tónlistarhlust. En þú veist að þú vinsast að playlista landsins Cozy Blue á Spotify. Málið er að ég myndi spila Basscup aftur og aftur. Þetta er ekki verið auðvöld fyrir þig sko, þetta er auðvöld fyrir Steinþór sko. Ég held þetta verið bara ekkert mál. Ég er ekkert alltaf að hlusta á Cozy Blue. Jú, víst, þú gerir á sunnudum. Já, ég gera það í ræktinu. Tónlist er ofmetistrákar. Ég myndi segja þetta verið ekkert mál. Já, ég held þessi létt. Hlusta Basscup daglega, þetta er bara sem ég gerir og hann er a great comedian hann var alveg til að henda 12 milljónur með ykkur það hlusti alltaf á Mercedes Club alltaf þeir eru heima bara gætir ekki sannaða sann sko en þetta er léttur í mig. Ég myndi þykja hann alltaf. Já, ég líka, ég myndi gera þetta. En alltaf myndur þú svindla, myndur þú vera með Depeche þú ættir vera með Mercedes? Alls ekki. Myndur þú safna hári í 2 ár engin snirting leifð fyrir 400 krónur fasta mánuði verðtryggt? Já, kann meina bara netto. Þetta er bara út af það er ósangjant ef að ég segi ykkur 400 skall á mánuði spólu 20 ára fram með tíma og það getur ekki eitthvað 1 bjór fyrir 400 skall það er bara slagu dýl sko. Þannig að þetta heldur verðgildi sínu alveg bara þá þið dreipist. Hvað mörg ár? Bara eilífu. En máli, nei, það er fjarsku 2 ár. Datt út 2 ár, þetta er bara 2 ár sem ég fæ 400 mánuði og hvað segir það verðtryggt? Djúvall er ég heimskur. Ég varst að þú veist, ein Pepsi myndi vera búin að hækka 300 skall bara á 2 árum sko. Já, hækkar eitthvað aðeins? Mér finnst þetta bara vera gefins, ég myndi bara hendi gott man-bun og Þetta er basically 10 milljónir. Já. Sko, myndur þú safna hár, myndur ekki fara í klippingu 2 ár? Nei, ég myndi bara setja tegju. Þú pælar líka hvernig þú lítur út, ég sé það. Pælar enginn á Íslandi með því efn mikið. Heldur þú að geti sleppt yfir klippingu 2 ár? Málið það, ef ég er nýkliftur, þá er ég solid 8,2. Fyrir 5 milljónur árið, nú það Bjöggi Tórn sko, þetta er eitthvað sem Bjöggi getur tekið þátt í Hent 5 í þetta Sko þetta er miklu verða fyrir mig og ég myndi gera þetta Ég myndi safna hári í 2 ár fyrir 10 milljónir En hvernig er þið blöð og þú er ekki farið í snirtningu 2 ár? Bara ógæslegur Ég segi, sko, málum það auðvitað líka með ekkert eðlilega hraðan skeggvöxt Já, og svo er þetta bara hárið á hliðan mér Hann má alveg raka sér skeggi, ég bara hárið? Já, bara hárið, ekki skeggi Já, skeggi Hann er verið með skegnir og pung En eru þið bara svona Ég er ekki bara svo svepp eitthvað Ég er bara eins og einhver hálskrægi eitthvað Þetta er bara eins og Ómar Ragnars í 10. Ef við myndum safna fyrir þig bara á Karolínufond
10 milljónum, nú er ég ekki að stríða þér. Ég held nefnilega að sé hægt. Já, ég myndi gera Þú þarft, við gætum safna fyrir þessu 2 ára dæmi fyrir blöð. Bara ekki fara í klippingu 2 ár. Og ég fæ 10 milljónir. Ertu vissum þetta? Því að við getum actually hent á stað söfnun. Já, ég myndi gera það. Það er ekki nema einn gæði hlusta núna sem drullar KS sem var til að milli fara 10 bara til að sjá þið ekki verið klippingu í 2 ár blöð sko. Já, segðan það bara heyri í mig. En þú veist, auðran er vantarlega fristur. Það er gengið frá okkur samningum, þannig að hann er í fristur í 2 ár, þannig að það er allir að standa við sig. Ég ert að gríns hvað er í fyndið. Svona án gríns, hvað er í fyndið að söplu ekki verið klippingu í 2 ár. Þetta er svona þess virði að safna fyrir þessu. Ok, ég er svo lélegur reikningi. Hvað þarf að bara margir að leggja inn bara eitthvað 200 kallana? Má sjá. Það er slatti. Þið er ekkert að fara að safna þess á Karolínafönd. Sko, fyndu 8 gæja sem er til enda 50 skall á mánuði þetta. Ég skal sæna minn í strax 150 kall. Þetta er 7 aðra. Þá eru komni með þetta í 2 ár. Já, þið safnið þessu, þetta, mjög stundum er svo létt, þetta er góðu peningu, 10 milljónir. Nei, herru, hvað er að gerast þetta? Ég ætla að íta á þennan. Nei, herru, er ekki gamalt og gott? Nei, þetta er nýtt, One Case. Þetta eru Calvin Harris og Dua Lipa hér á FM. Samkvæmt Calvin Harris og Dua Lipa. En þeir að hlusta í FM 95 blöð og það er komin tími á virtasta dagskrárlið FM 95 blöð frá upphafi og eina dagskrárliðin sem hefur fylgt þættinum öll árin og það er að sjálfsögðu Sturlar staðreyndir. Það er svoleiðis. Það er bara þannig. Og það er gert fyrir ykkur sérstaklega drengir að vera með eina sem er hrossaskítur, þannig að þetta er ekki allt Sturlar staðreyndir. Er ein horsemanure? Já, það var sem ég var að segja. Og já, er þið ready? Við erum klárir. Ok, það eru bara skemmtilegar, þannig að einbyttið ykkur og takkið þátt. Vonandi eru hlustendur til líka því að hér byrjum við. Það eru engin lög í heiminum við að drepa geimveru. Aha. Þannig að ef þú myndir sjá geimveru, þá er hún réttra. Ég meina þegar ég var 7 ára gamall, þá var löglegt að drepa Tyrki á Íslandi. Já. Það var glitch in the system. Það var eitthvað glitch in the system eftir vantilega bara Tyrkjarónið og allt þetta og allt. En þá hefðu við basically getað verið 7 ára með naglaspýtur og mörkað einhver Tyrkja hérna bara beint hérna fyrir utan og það hefði bara ekkert verið vesinn. Ég held samt að það hefðu nú fundið einhverja leið hjá því. En ef ég myndur nú alltaf bara drepa Steinþór og lögulega kemur og ég segi ég er 100% sem gemur á því miður. Og það er staðan. Já, þá er þið bara laðurinn á sogn. Það er það sem þetta gerast. Er þetta ekki að glitch in the system? Nei, þú getur ekki bara sagt að ég sé gemura. Það voru að vera með einhverja sannanir fyrir. En hins vegar ef þú sérði einhvern svona lítinn grænan kall máttu drepa hann. Það voru ekki. Ég myndi frekar einhvern veginn að passa upp á hann sko. Bara drepa hann. Ég myndi ekki vilja drepa hann heldur. Nei, ég myndi definitely fara með hann heim og eitthvað svona alltaf í öllum bíómyndum, Independence Day og öllum þessum bíómyndum sem koma gemurur. Það er hann að drepa þær. Ekki ET. Akkur ekki bara spjalla þess. Ekki ET. Reyndar ET. Hvernig endaði það? Mannfólki klúðraði þessu í massatext. Hann fór heim. Fór ET heim aftur? Já, hann ringdi heim og fór svo heim. Svo er það næsta. Mike Tyson var byrjar í kókain 11 ára. Það er heldur snemmt til þess að vera mættur í jæjóið. Finnst þér? Sko, ég var ekki að byrja í skotbolta 11 ára. Ég byrjaði í skotbolta held ég 14 ára gammal. Þú ert ennþá í skotbolta. Já, Mike Tyson bara komin í ruggli. Hvað var ég að gera 11 ára? 11 ára gammal. Ég verði ekki að taka jæjó allavega. Nei, maður var bara hjólandi á fótboltaæfingar og maður var bara í Nintendo eða eitthvað. Hvernig kemst maður í jæjóið 11 ára? Já, náttúrulega alveg upp á Bad Streets. Hann var ekkert bara í kórakörfinu sko. Já. Hann var á aðeins öðru stað, hann var í Harlem bara. Já, sko málega, mér finnst eins og ég hafi ekkert síðan hafi verið nefnilega smá svona veggjalús og var að fela sig mikið í hverjum og fór að læra box út af því, hann þurfti að verja sig. Ég minnst eitthvað skrítið hann hafi verið að móki í sig 11 ára. Hvernig náðu sér dollara út af því að nú ég var að selja dýrt? Ég byrjaði að selja ég á 11 ára. Já, og var hann getting high on supply? Er það ekki eitthvað vinnurögla sem menn að sleppa því ekki? Ég bara þekkið ekki. Hvernig var þetta á króknum? Það var engin 11 ára ég og bara sem vonandi engin í því bara ennþá í dag. Ég vonandi ekki. Þriðja og mér fannst þessi sérstaklega áhugaverð og öruglega fleirum að núti, ég veit ekki hvort að ykkur finnst þetta jafn spennandi. Uppáhaldslag Michael Jackson var In the Club með 50 Cent. Hún fannst það eitt besta lag sem maður hefur gefið út. Það er náttúrulega rosalegt lag sko. Getið cold bullshit strax á The Horseman. Get Rich or Die Trying er einn besta rapplata sem hefur komið út. Það er bara, þú veist, það er ekki eins og Club og rosalegt lag og er ennþá. Ég er nokkuð vissum hann að þetta repist áður en In the Club kom út. Nei. Ég get sagt þetta svo. Ok, en þá segir þú bara þetta sér rosaskitturinn. Hvenær dó Jackson? Það eru orðin, hvað ætla að sé orðin, 8-7 ár síðan. In the Club, svona gaman. Það þarf að passa sig hvað maður segir, ég oft gaggir Jackson hann blöð og ég oft fengi hægri krók í kjálkan sko. Það er ekki lega að gaggrina Jackson hérna blöð sko. Nei, þú veit að tala eitthvað sem við erum ekki Ég er ekki að gaggrina blöð, ég var að hugsa upp átt.
Þá það næsta og þetta fannst mér bara rosaleg staðreind í allri Lord of the Rings trílógíunni tala aldrei 2 konur við hvor aðra. Þetta bara... En eru álfar, það eru álfar að spjalla oft? Já, það eru að tala álfakonur. Það eru aldrei 2 konur sem tala við hvor aðra. Þetta eru 2 tré að labba og 2 kvenkins, stundum við 3 að labba og spjalla. Já, það er ekki kona. Kvenkins 3 er ekki kona. Ég man ekki eftir að það voru 2 tré labbandum að spjalla saman í Lord of the Rings. Það var oft tré verið að labba. Ráðast að ná hjálpa eitthvað. Jú, hversu heimskur eftir þetta? Ég meina þeir töluðu við tréð. Þú veist hvað mynd Lord of the Rings er? Já, það voru ekki alltaf tré, skóurinn var ekki alltaf að spjalla saman. Ef einhver á þekki þetta, þá er það gamer. Já, ég veit það. Ég og blöðum ekki, þetta er ekki, við erum ekki þekkið þessu. Ég get lofað, það voru ekki 2 tré að tala saman, en þeir töluðu við tré. En hérna En það Hobbit, var ekki að female Hobbit eða? Greinlega ekki. Mér finnst þetta náttúrulega magnað þegar ég las þetta. Gæti verið horsemanjur sko, ég ætla að skrifa þetta hjá mér. Svo er það næsta, að borða ís í morgumat er holdt fyrir heilan, þó að sé ekki holdt fyrir líkamann. Ég geri þetta stundum, ég vakna að fæ með bragðaref og legg mig aftur. Það er æðislegt. Það er bara með vél heima sem gerir bragðaref? Býð bara nágrunum góða nótt. Já, vakna fyrir bragðaref, gott fyrir heilan. Góð ráðlegging. Þetta er rosalega góða frétti fyrir mig. Ég geta meira af ís í morgumat. Þetta er náttúrulega óholdt fyrir líkamann þó að sé holdt fyrir heilan. Já, en er hann samt ekki mikilvægasta líffærið? Heilin? Já. Ekki hjá Agli til dæmis. Hann kemst nú helviti langt á þess að nota. Já, venjulega fólki. Svo það eru 2 eftir. Að kíkja yfir í Netflix og chill er algengasta pick-up lína heims í dag. Já, þetta er bara svo að þú varst á króknum og bara dömur kikið verið Friends og chill. Þú voru á Netflix og chill, skil. Já, ég skal alveg viðurkenna, ég notaði alveg þá línu. Justin Bieber rappaði þetta náttúrulega ykkur lægi fyrir nokkur árum. Hvað varst það? Helstu verið að hanga með okkur? Hvað sagður þá samt? Þú veist, koma heim í spólu vantalega. Já, bara kikið yfir Friends og chill. Friends og chill? Ég átti Friends þætt á spólu. Friends og chill? Það hljóma svo vafasamt. Ákvörðu? Var þetta hvítvín innmálverðið í þetta? Nei. Heitir pottur? Nei, ákveður þetta alltaf að hugsa bara áfengi og kynlífi, það er bara að reyna að eignast kærustu. Ok, en í dag er þetta Netflix og chill. Já, og svo er það, síðasta, aðalmerkið þroska er að sleppa því að segja eitthvað illt eitthvað þegar þið langar og viljaði meina að þá ertu með inner peace. Sagtal ekki. Já, inner peace. Þó þið langi til að skrifa eitthvað slæmt að einhver fyrir töðunar, þú sleppið því að skrifa það eða að segja. Sko það er góð vinnurregla í lífinu að ekki segja eitthvað eitthvað sem þú getur ekki sagt ef hann setið í hliðinar. Svo er það eitthvað sem að fólk má líka bara fara að hugsa hvað er að skrifa á netinu. Ekki reyna skóla virka, sko það sem besta, the greatest comedy of 2018 eru virkir. Ekki fara eðilega það fyrir fólki. Veistu hvað gaman að opna ykkur á fréttunum hundleðilega sem þetta virkir inn? Það er eðilega það núna. Nei, ég bara segja passa að gott að skrifa á netinu og ég veit að rúlingar að hlusta á okkur. Já, það er æðislegt að fylgjast með mörgum. Sko málið það, mér veist ekkert mála og töða við vini mína og menn láta hvernig annan heyra það. Mér veist að minnsta máli heimi en að baktala er glatað. Ég hef aldrei verið þar. Líka verið að tala bara illum eitthvað sem þú veist ekkert hver að þekkir ekki eins og. Já, ég er nú kannski einhvern tíðan dottið í það en það er nú kannski meira bara svona er þetta ekki bara eitthvað fáið eða þú veist. Það er sem við erum að tala um. Já, en mér veist alltaf að menn láta hvernig annan heyra og töða á svona, það skiptir einhver máli. Þetta er eitthvað sem við getum vanið sá, vil sér rétt hjá Blondie. Já, en að vera baktala það er vest, sko, það er ríkalegt, sko. Þá spyr ég hvað af þessu var kæftæði. Þú er aðræðin yfir þetta. Það er engin lög við að drepa geimurum. Mike Tyson var byrjaður í kókaðin 11 ára, uppáhaldslag Michael Jackson var in the club, í öllum Lord of the Rings myndunum tölu aldrei 2 konur við hvor aðra, að borða ís í morgumættur holdt fyrir heilan, að kíkja yfir í Netflix og chill er algengasta pick-up lína heims í dag og aðalmerkjum þroska er að sleppa þetta leik. Ég held að þetta sé annarkort ísinn. Ég meina, hvað er í ís sem á að vera gott fyrir heila? Þetta er ísinn eða in the club. Þetta er annarkvæmt ísinn eða in the club. Ég ætla að segja þetta sé ís, já, geimverð, menn þetta er ekki lög. En ákveð er Michael Jackson að fara að peppa 50 cent eitthvað? Ég þarf svar, ég byrja þér, hvað segirðu? Sko, í fyrsta lagi er ekki gott við heilan að taka ís í morgumat. Þú má taka þá staðarend og skóplinni blöð. Já, ég er sammála Agli, ég ætla að segja ísinn allavega. Ég ætla að taka séns. Vil það segja in the club? In the club, hvað segir þú? Ég segi ísinn. Ísinn. Þeir eru hvoru? Var það geimverðan eða? Nei. Var það Tysonin? Nei, það er, ég bjóð til þetta með Netflix og chill. Þetta er ekkit algengasta pick-up heims. Það er 100% rétt hjá þessu. Lofaðri. Við skuldum auðlýsingar. Gleðilega góðgerðarpitsu. Hrefna Sætran hefur galdrað fram góðgerðarpitsuna í ár og hún er heldur betur ljúffeng. Léttþurrkaðir tómatar, rjómaostur, pepperoni, spínat, döðlur og balsami gljái. Aðeins á matseðli 15. til 19. október og öll salan rennur óskipt til Bataskóla Íslands.
geðgóð pizza. Dominos. Háþróuð og örugg Mazda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu Mazda. Brimborg. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Fangaðu þína næstu minningu á myndavél frá Reykjavík Photo. reykjavikphoto.is, Reykjavík Photo, Laugavegi 51. John Grant fagnar nýrri plötu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. október. Tryggðu þér miða strax á tix.is og í miðasölu Hörpu. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur, Skólavörðustíg og Laugavegi. Strákarnir okkar hefja leik í undankeppni EM. Ísland-Grikkland, miðvikudag klukkan 19:45. Það seldist upp á síðasta heimaleik íslenska liðsins. Nú troðfullum við höllina á ný og styðjum strákarna okkar til sigurs. Áfram Ísland, miðasala á tix.is. Allt fyrir iðnaðarmanninn. Erum á 3 stöðum, Reykjavík, Hafnarfirði og Akureyri. Verkfærasalan. Ágætu Íslandingar, í október verður engin bátur dagsins á Subway. Því nú snýr bátur mánaðarins tímabundið aftur á aðeins 499 krónur. Sjáumst á Subway. Í kvöld á Stöð 2, The X Factor UK, suður-ameríski draumurinn. Og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir, Stronger, dramatísk bíómynd byggð á sannri sögu, og Tale of Tales, romantísk ævintýramynd með Salma Hayek í aðalhlutverki. Ekki missa af skemmtilegri dagskrá með okkur á Stöð 2 í kvöld. Vantar þig gjöf fyrir hann? Þú færð hana á fyrirhann.is. Góðgerðarpizza, Dominos og Hrefnu Sætran komin á matseðil og verður í boði frá 15. til 19. október. Öll salan rennur óskipt til Bataskólans. Láttu gott að þér leiða og njóttu góðgerðarpizzunar. Dominos. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég fyrir að hlusta á FM 957 og með ykkur þetta Stenþór Hróðar Blöndal. Það er 9. október og það er milt veður út. Ég má ekki klára kynninguna. Er það dimmt úti? Já. Ok, núna fer ég að setja fótinn niður. Það ert ekki á leiðinni til Tenerife. Á þessum afsakið dónaskapin helvítis klaka. Það er eðlilegt að sé dimmt úti 17:48. Já, þetta er leiðilegt maður. En ég á þriðjudaginn er ég færinn 25 gráður í sunshine. En svo getur líka fólk hugga sér við það í myrkrinu að það er suður-ameríski draumurinn kvöld á Stöð 2. Hvað var fólk að gera? Við varum ekki að letta í lundina. Segðu. En fyrir ykkur sem er að fara að keyra Suðurlandsbrautina þá er lítil umferð og bara gósi í sínist mér. Mér er svo gaman að við séum í glugga, mér finnst ennþá gaman. Já, gaman að sjá þið, strætó. Er það skrítið bara nokkra mánuð inn í þetta að við séum ennþá að monta okkur að við séum útsinni? Já, ég meina, þú veist, við erum að tala í útvarpinu, við erum að horfa á strætó, stóran gulan bíl, það er skemmtilegt. Hvað er langt sinni fór í strætó? Já, það eru bara mörg ár. Ég held ég að vera síðast strætó líklega ætla ég ekki verið í svona 9. bekk 9. og 10. bekk og það er það leiðilegt sem ég hef á ævinni gert. Samt þetta er vist orðið miklu þægilegt í dag. Eitt var að taka ég bý í Mósbæ og með hvernig þetta er í dag samfélagsgöndar þá náttúrulega tækið að mér sko ég er sett fyrir og ég er á engabíl. Hvernig væri þetta að ég er að taka strætó? Ok, mér veist ángvist ekkert leiðilega í þessum heimi en að fara í strætó. Það er ekkert. En hvernig veistu það? Það er svo langt sem að fólk. En ég ætla að koma en þegar ég var að taka strætó á sínum tíma það var ekki til farsímar, það var ekki til internet. Ég er old piece of shit. Málið er í dag gæti ég tilt mér, verið með hljóðbók í eyranu eða verið að lesa eitthvað verið á Twitter að chilla og ég veit af meistari, stoppistöðin. Þetta er minna vesen en þetta var út af því út með snjallsíma. Fólk gerir þetta bara í lestum erlendis, það bara er að nýta tíman bara nýta tíman í vinnu líka, bara að klára vinnuna. Þetta er líka bara góð punktur. Telma vinkona mín sem er geggjugela, hún hljóma geggjela. Já, rosa geggjugela, en hún er bara að hlusta podcast í strætó, það er bara fesk. Og líka út í skóla og þú ert 40 mínútur leiðin í skólan og nýtur ekki tíman og lest eitthvað drasli eða eitthvað sem þú lærir í skólan. Erum við að mæla með strætó? Þegar ég var í strætó þá ætti ég að horfa út gluggan. Gera ekkert. Shit, hvað var leiðilegt maður.
En það komið að loka dagskrálið dagsins í dag og það er hver er líklegastur? Aha. Og þá fá allir eina spurningu. Það er eins gott að sé fyndið þegar það er dimmt úti. Þegar maður bjarga fólki sko. Þegar maður verður að enda þetta hérna á hænót. Svo ég segja í bransanum út að byrja vel og enda vel. Hver vil byrja? Ég skal byrja. Steindi. Ok, hver á okkur er líklegastur til þess að fá nóg af athyglinni sem dálítið fylgir starfinu okkar og að snúa sér að einhverju allt öðru og kveðja gamla góða glamúr lífstílinn. Hver í sport og svona 24/7? Þú veitur ekki að segja að það væri glamúr lífstíl að vera í FN-stúdíónu? Hver í sport og 24/7 með þér að hérna rúnda duma okkur bensum og lifandi í pentásýbúðum og fljúundum allan heim? Er það ég að þið? Nei, sko, málið er það auðvöld þetta svar, séu æfinni fengið. Það er ekki gilsarinn, það er klárt. Málið er það að þú ert samt í útvarpinu einu sinni í viku. Já, og þú ert virkur á samfélagsmiðlum eins og allir. Þú ert reglulega á fréttasíðum Þetta sé ekki Egill. Við verðum ekki að gjóna það og hann sé líklegast til að kveðja þetta. En þá er ég að tala um það myndir bara kjössanlega Við erum svo aðteklisúkir. Ég er að koma fólk í form. Fólki myndir mínu segir vöðungi til að breyta lífstíl og að lifa heilsusamlega lífi. Já, ekkert máli, skal aðstóði. Þið eru með ég og í hanskahólunu rúndandum á 12 miljónar bensín. Hætt að segja það. Ég grína, það vita þér að grína. Það var ekki ekki að þú myndir sína mér mynd 12 miljónar bensín. Einhver úti að það hugsa og Egill ekki grínast. Nei, það er bara vont að heyra þetta. Egill, hver á spurningið þín? Ég held enda að þessu allir mín skoðun að er nei, við fyrir mér næsta bara. Eins og þið, tvei þið getur báður í góðu mörgu öðrun að vera finnir og skemmtilegir sko. Mér finnst þið hafi aðra kosti. Já, algjörlega og ég er að tala um það. Ég náttúrulega var húsamálari í 5 ár. Varstu húsamálari í 5 ár? Húsamálari í 5 ár, get heilspaslað. Þú hlýtur að vera slagumálari, segðu það slagumálari. Ég var þrjusumálari. Álfur? Já. Ég myndi bara reyna að finna mér eitthvað sölujobb. Ég er ágætt sölumar. Mjög góð sölumar. Þú væri ágríns blöð. Þú væri örgulega það tækir okkur 2 ára að sölu eftir fasteignarsala landsins. Ég myndi eiginlega tippa á eða geti bett á það. Það geti selt ömmu. Blöð færi að vinna í fasteignarbansanum. Ég myndi gefa þessu 2 ár og það væri næst sölu eftir fasteignarsala og eftir El Normali, Óskar Alfreds og Dómar Snóa. Og Svanþór Einarsson, fasteignasali í Mósbæ. Ég er bara að segja að það er mín persónulega skoðun. Ég hef tippað. En auðvitað, myndir hún enn að kynna þér þetta? Myndir hún enn að kynna þér parkettinn og verðinn og... Ég veit það ekki. Já, örgulega. Var þið svalu fasteignasali? Hey, if it makes dollar, it makes sense, Stendi. Þú veist að maður nenn að kynna sér eða setja dollar. Það er alltaf lægja sér gaman í vinnunni, sko. Hvað varst þú með, Egill? Það er komað mér. Hver er líklegastur í að labba sérst óvart inn á foreldra sína stundar samlíf en fara ekki strax út heldur horfa? Bara alltaf. Þurfti þessi viðbót að koma. Ok, sem betur fer er ég stikkfri á það. Það er skilin. Já, en hann er að tala um hann er að tala um, þú veist, bara skilja að það er eitthvað í gangi. Foreldrar þínu eru giftir og foreldrar Egils eru giftir. Þannig að þetta er ekki ég. Þetta getur verið sko eins og bara annarkvort foreldrið. Annarkvort foreldrið, þú eru að vera með í þessu. Ég viss alveg blöð að þú veist, ég var að tala bara annarkvort og þó að móðu þínu og svo finnst mér líka ekkert gaman í myrkunum rétt fyrir strax að vera riðið skilna foreldra minna. Þú tala bara þar að snottast á líka. En málið er það, málið er, mér finnst mjög ólíklegt að ég sé að fara að labba inn á Sigurð Steinda. Alveg. En þú myndir horfa. Alveg. Það myndir labba, það er bráluð. Mér finnst einhvern veginn, ok, ef ég var leggja þetta niður, algjörlega. Ok, foreldrar þínir eru hamingjusamlega giftir Egill. Ég veit maður byggðina. Hún er típa sér myndi læsa. Hún er ekki að nenn að fá okkur gest inn í herbyggi. Nei, góða punktur. Hún er segmyndu kona. Flestir læsa held ég sko. Ég myndi gíska. Flest venjulegt fólk. Já, ég ætla að gíska að Kitti Blöð Britsari væri að snáðast eitthvað og... Já, þú ert líklega en ég til að horfa sko. Hvað segirðu? Já, það er kannski rétt skaldra við hér. Hann er líklega að vera með ólæst. Flesti væri með þau viðbröð að bara loka hörðun og fara eitthvað annað. Ég ætla að vona það. Það er svona held ég eða ekki eðlileg viðbröð. Já, ég er nú ekki að segja auðvitað myndi star á Kitti Blöð. En viltu meina það Blöð að Steinþór myndi einhvern veginn bara lauma sér inn, loka og hanga inn einhvern veginn? Ok, nú ætla ég að útskýra þetta. Ég er ekki að hugsa þetta núna að Steindi sé mest í pervertirina bara svo ég komið því fram en Steindi er svona hann er mest til í að sjá skrítna hluti af okkur. Ég er að meina það meila þannig hann elskar að sjá bara eitthvað svona skrítið og þess vegna held ég hans ég líklega. Málega er að ég er mjög gaman að ég stúdira mannlega hegðun. Ég veit ekki það en ég er að meina þetta þannig, ekki sem pervert. Stúdira mannlega hegðun. Egill, hvað ætlað þú að segja? Já sko, Blöð seldi mér þetta. Ætlað þú líka að segja? Nei sko, leið og hann útskipta fyrir mér. Glata, sko. Þú elskar að stúdira mannlega hegðun.
Næsta Mitt atkvæði fyrir á Steinþór Hvað fæ ég þitt? Nei, sko, bara þú átt með næsta spurningu. Takk fyrir. Þannig að þú ert sammála okkur. Þá það þriðja og síðasta. Hver líklegastur af okkur þreim til að éta sér hórið? En er það þegar þú sígur í nefið og það kemur hór í hálsin? Þetta putti og pitta. Nei, og bara. Nú ætla ég bara, því að þið voru að velja mig sem þetta manni sem heitir Star á foreldra sína stundakilli, sem ekkert alveg geggjaður titill að hafa hérna. Þá ætla ég bara að segja ykkur að þið geta ekki valið líka mig með hórið, af því að ég myndi aldrei gera. Ég mjög klíugjarn og ég hef alltaf verið. Ég bara hreinskilin, þetta getur ekki verið ég bara ég sé hór, mér líður illa. Þetta getur ekki verið ég heldur sko. Þannig að þetta getur ekki verið neitt á okkur. Það verður maður eitthvað líklega sko, þetta tala um að líklega til þess að bora í nefið, sjá hór á puttanum og éta það með kúast bara hugsa það. Maður fær bara æl upp í hál sko. Krakki mig gerði þann daginn og ég kasta hann eftir upp. Ronja gerir þetta líka, ég alltaf skammana fyrir þetta. Krakkar gerir þetta. Já, þú veist, þetta var svona ógeðslegt sko. Ekki geta hór, flókið. Sko fyrst ég heyra börnin ykkur að gera þetta, þau hljóta að eftir ykkur, hann er annarkor ykkar. Málið það, Öti. Ég? Nei, ég er ekkert endilega að segja þú. En ég sé sko eins og þegar þú fer í Hagkaup, þá kaupir blandipoka. Já, ég ætla með þess að gera það eftir. Þú ætlar að gera það eftir, þú varst að segja það. Þú ætlar að fara heima í kósi og blandipoka. Í fyrsta lagi þá ferðu stundum í neðstu skúfurnar. Ég er bara gott namnið þar. Tekur sénsa, þú veist að það er ávísuna vesen. Nei. Hvað meður neðstu skúfurnar? Já, bara það er ávísuna njálg. Krakkar er að bóra í rassin og taka. Já, það er bara leikskóla krakkar ná bara það. Þau taka nammi og þau bóra í bera rassin sko. Hver pælir í þessu? Ég hef aldrei á æfinni pælt í þessu. Skóirinn sem hefur horfa fóröldur sem að gera það. Þriggjóra krakkarnir í namminu sem er neðst. Ég myndi aldrei taka nammi sem er neðst sko í nammibásum. Ok, herðu, af því að við erum að renna út á tíma. Ég ætla að láta Rikka svara þessu. Hver er líklegastur ekki? Málið er það að bara svona horfa ykkur þrjá, bara svona vitandi hvernig Steinþór liggur með eitthvað eðl í sófanum, er að steikja svona ostin á puttunum og setur svo putt upp í nefi og sér leiðinu Þetta er ógeðslegt sem ég heilt. Ég var að fara að segja, þú fílar hlaup, þetta er svolítið svona hlaupfílingur í hórið. Þannig að þú fyrir svona, ok, þetta er bara eins og enn bara gummikallinn, skilur. Ég veit þetta er aldrei blöða því að sko ég ætla að taka utan blöða eftir skvass, hann sagði bara ekki snerta mig. Já, það er mjög mikla snertifóbíu sko. En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag, kæru hlustendur. Þetta er búið að vera fljótt að líða. Við höfum gaman af, vonandi höfðu þið það líka. Við verðum mættir hér næsta föstudag, ég, Steindi og við höfum eftir að finna þriðja mann því að Egill er á leiðindi Tenerife. Það er rosa. Tenerife, eins og Biggi frændi kallar. Með Richard. Já, Rikki getur ekki komið inn af því að hann er líka úti. Og líka og Hjöppa sem er úti á Coolbet pókermóti. Já, ætli fáum ekki bara sveppin með okkur. Það er Hjöppi að bralla í lífinu. Það er að mættur á pókermóta Tenerife. Hann hefur ekki unni eina hönd í svo pókermóti því að hann kann ekkert í póker, ég lofa því. Ekki neitt. En eigi góða helgi, kæru hlustendur, og ég minni aftur á Suður-ameríska drauminn sem hefst klukkan 8:30 í kvöld á Stöð 2.